Andiamo a vedere.
Góða kvöldi og velkomin í Mílu-deildina. Fyrsta útsending. Ég heiti Daniel og með mér er hún Mist. Já, Uh, og í dag svolítið skemmtilega leikir. Það fyrsti leikurinn í dag, það Ravi Höttur á móti Goldegers. Svo klukkan 5 mínútur í 8, þá Venus á móti Þór FE. Og svo síðasta leikurinn klukkan 10:09 og það Clutch Esports. Já. Á móti Garden Grillunar. Skemmtileg fyrsti leikur, þar sem að þetta svona pseudo rematch. Já, fyrir þá sem vita ekki, þá Ravi Höttur hét einu sinni Broflex. Já, sami keppni. Nákvæmlega sami. Nákvæmlega sami. Ég held að sé engin nýr þar. Og Goldegers voru, sem sagt, fyrir allir sem vita ekki, þá þegar við bjóðum upp á skráningu, þá má skrá sig sem annarkvort einstaklingur eða í dúó eða tríó líka. Já. Og það Goldegers liði síðasta sísón var þannig lið, en það búin að sameina sig aftur og eru núna tilbúin að keppa aftur. Það geggjað. Og við erum annað svona samansett lið. Þeir eru ekki að spila í kvöld. Nei. Allavega ekki á streymi. Heita Controllers. Skemmtileg lið. Hlakka til að sjá hvað þær eru að fara að gera. Já. Margar eru búin að vera að æfa leikinn með Demon. Já, alveg rétt. Við fáum að sjá þær í næstu viku á föstudaginn. Man ekki alveg tímasetningar þar, en það verður skemmtilegt að fylgjast með þar. Það sem ég spila með eittara, en ekkert eitthvað mikið. Nei. Leikur 2, annað lið sem í kjarna sinn mjög líkt gömlu liði. Já. Venus Val. Kröflu. Fyrir þá sem hafa verið að keppa mjög lengi, þá Krafla hefur séð keppna 3 sinnum? 3. Nei, 3. Var það 3? Já, Clutch hefur unnið 2. Já, það var þannig. En já, síðustu 2 seasons þá unnu Clutch og svo allt eftir það unnu Kröflu. Og það eru margar stelpur sem hættu að keppa í smá tímabil og eru núna komnar aftur til þess að keppa í þessari keppni og ég rosalega spennt að fylgjast með gömlum vinkunum og svoleiðis að vera aftur byrjaðar að keppa. Já, það gaman að sjá hversu fjölmennt þetta í ár. Það fjölmennasta kvennadeild sem við haldið hingað til. Sjötta tímabilið okkar. Já. Við vitum ekki mikið hverju við erum að fara að búast við, þar sem að það eru svo mörg ný lið. Já. Og það í rauninni bara í grunninn 3 lið sem við höfum séð keppa saman áður. Já, í rauninni. Alltaf í heildsinni. Í heildsinni. Það eru náttúrulega mjög margar keppendur sem voru að spila mjög lengi og bara eins og ég sagði áðan, bara hættu að spila og eru nú komnar aftur. Þannig við munum örugglega sjá eitthvað smá rast vera að fara af, en Já. Það eru samt duglegar að æfa sig aftur og byggja upp. Það líka svo gaman að sjá það hversu mikið af þessu stelpum voru saman í lið núna að spila gegn hvor öðrum. Já. Eins og Perunokko í Venus og Katrín í Guardian Grillunar voru saman í Girls og Lilith í Þór og Þór FE og Ásdís og hún Sunna í Venus að fara að mætast í kvöld. Já. En það verður kannski smá svona great match. Unnu deildina saman áður 3 sinnum. Þannig það verður gaman að fylgjast með því. Sjá hvernig leikmenn notfæri sér það að hafa að spila með hver öðrum rosalega mikið. Já, en fyrsti leikurinn, við langar svolítið að tala um hann út af því þær kepptu náttúrulega í fyrra og við sáum hvernig þær spiluðu og þetta var reglulega jafnt lið. Já. Einu sinni unnu á móti Koroni og Goldegers samt voru á undan í stefnunni. Það að segja voru í 3. sæti, ef ég ekki rétt. Það að fyrstu viðrýmni að þá unnu Broflex, sem Höttur núna. Og í annari viðrýmni í bronsleik, þá vann Goldegers. Kannski búin að spila eins meira saman þá, aðeins búin að mynda meiri liðsheild. Já. Og örugglega ennþá meira núna sem verður geggjað að sjá. Já. Og mér skilst að Höttur sé búin að vera að æfa mikið saman. Já.
einmitt, líka bara búin að vera að spila mjög lengi. Já. Og bara ein af, einmitt, kjarnaliðunum í deildinni, við erum búin að sjá þær aftur og aftur og aftur og alltaf skemmtilegt að fylgjast með þær. Já, kjarni liðsins náttúrulega elsti kjarni bara, já, nákvæmlega. Það ekkert lið sem haldið sér lengi saman á þetta lið. Já. Það geðveikt að sjá það. Já, nákvæmlega. Og einmitt, Gold Diggers, bara spennt að sjá hvort þessi komið mikið improvement frá því við horfum á síðast. Akkurat. Komið næstu aðeins meira en hálft ár. Já. 8 mánuðir síðan síðasta mót var. Og þá var þær bara nýbyrjar, bara komu saman viku fyrir mót og voru bara rosalega duglegar að keppa saman og kynnast nýja stelpum. Þetta mjög skemmtilegt. Saman með einmitt nýja liðið, Controllers. Já. Rosalega skemmtilegt fylgjast með þær í chatinu. Já. En, já. Það verður skemmtilegt fylgjast með þeim og náttúrulega búin að vera að æfa í íþróttafélagi hjá núverandi Íslandsmeistara. Já, það satt. Einhver af þeirra, ekki allar. Nei. Ég held að það séu 2 þeirra. Já, jú, það getur verið. Já. En þannig að sjáum hvort við sjáum einhver áhrif frá því liði. Já. Spurning, maður veit ekki. Það spurning. Ég held við förum að fara að fá fyrsta mappbráðum. Já. Hvar Höttur og Gold Diggers ætla að mætast. Einmitt. Og einmitt núna í þessari keppni þá Split og Breeze. Ekki, nei. Kemur eftir nokkra daga í mappúlið hjá Valorant. Já, þá fer Icebox og hvaða mapp var það aftur sem að fara út? Ég bara maður ekki. Okkar datta bara puff, fór út úr hausnum. Icebox og ekki Haven. Nei, Haven nýkomið aftur inn. Haven nýkomið aftur inn. Það Bind? Nei. Ég held skiptir ekki máli. Já, skiptir ekki máli. Það ekki að fara áhrif á þessu mót. Nei. Á þetta mót. Við erum bara að fara að halda þessu mappúli sem núna í gegnum allt mótið. Já. Þrátt fyrir að það eigi að breyta því núna bráðum. Já. Þannig ég er spennt að sjá Abyss. Fyrsta skiptið sem við höfum hort á keppni með Abyss inni. Já. Og rosalega áhægt mapp. Ég er að vonast til að við sjáum það í kvöld. Eitthvað leið að spila Abyss. Hvernig finnst þér að spilast? Það fyrsta mappi sem þú getur dottið út af. Já. Sem viðstægt. Já, mjög hrætt við það fyrst þegar ég heyrði það og bara, ok, fá smá trollers í rætt væri skemmtilegt. Já, geðveikt. En almennt séð þetta reglulega flókið mapp, myndi ég segja, varðandi teamplay. Þetta mjög attack-sided mapp, náttúrulega. En ekki öll mapp það þegar þau koma? Jú, líka við. Já, ég held alltaf. Það svo erfitt að það miklu auðveldar að spila á móti defense-helming sem veit í hvað hann að gera heldur en attack-helming sem veit í hvað hann að gera. 100%. Þannig að svona, í grunninn öll mapp attack-sæti þegar þau koma. Sem þeirra haldast þannig. Lotus. Já, ég elska Lotus. Ekki ég. Ég held samt að mappi sem við sjá oftast, mér líður sem við sjá oftast annarkvært að Send. Eða Haven. Nei, ekki Haven. Ekki? Nei. Minnst Haven verður svo flókið mapp að spila í teamplay. Þetta annarkvært spilar þeirra algjörlega viklaust eða bara beautifully rétt. Þannig að þetta svona, já, að mínum að þetta eina af flóknari mappunum í tengslu við þá teamplay og að finna út hvernig á almennilega að spila mappið. Algjörlega. Og ég held við munum ekki sjá Abyss í kvöld. Nei. Við finnst það ekki líklegt. Okay, við erum ekki búin að fá æfita mikið. Nei, það satt. Og það náttúrulega bara best of one. Þá banna bæðilið 3 mapp. Og við endum á 7. mappinu bara. Sem þýðir að það mjög ólíklegt að hvorugt liðið banni Abyss. Já. Mitt gísk ekki bæðilið sem búin að vera að æfa það. Og þá það að fá geggjaðan leik. Já, mér sem ólíklegt. En já, örugglega ekki Abyss, en já, mitt gísk, á minnst hvað segi, Ascent og Bind. Já. Vil ég svo Bind síðan á þessum möppum sem fólk gleymir sér til eitthvað veginn.
það er nýkom aftur tiltölulega líka. Já, tiltölulega. Og þetta er ekki brjálæslega flókið mapp, myndi ég segja. Nei, upp á svona, þú kemst alveg upp með það, bara fara A, fara B. Já, og þetta er svona, þú veist, þetta er mapp sem er búið að vera ótrúlega lengi í leiknum. Já. Þetta er ógeðslega stabilisaða mettu. Það vita allir hvað er gott hana. Já. Og við erum að fá að vita hvaða mapp við erum að fá í fyrsta leikina. Hvað sagði ég? Hvað sagði ég? Bænd. Fyrsta mappik Míludeildarinnar er bænd. Já. Þannig að, já, ég er líka eitt með bænd. Minnst, á ákveðnu leveli, þá, til dæmis, eða út í leik eins og Ravi Höttur á móti Gold Diggers, þar sem average rankið er gold plat, cirka bát. Þá skiptir svona agent pool ekki eins miklu máli og til dæmis þú verður að spila náttúrulega í Ascendant, Immo plus leikjum. Þannig að maður getur hans föndra meira í tengslu við bind agent pools. Já. Og við erum örugglega svo fullt af Raze, Fate, finnst mér líklegt. Gekko. Minnst líklegt að einhverjum muni spila Killjoy þótt að Killjoy sé ekki sérstaklega góð á bind. En Killjoy er í heild sinni í grunninn bara mjög sterkur agent. Já. Þannig að þú sleppur alltaf með að velja hana. Já, ég meina líka ef þú ert með miklu meira reynslu á því að spila Killjoy, af hverju ekki bara pikka Killjoy í staðan fyrir að reyna að pikka Cypher. Já, ég held við munum líka örugglega sjá ykkur á Viper. Já, double controller. Viper Brimstone. Það er ekki gaman að spila með því í takt. Nei, það er svo mjög... Það er að því það virkar. Já. Og það er þetta er einu af fámöppunum sem þú kemst í rauninni upp með það að ekki vera með Sentinel. Já. Sem er... Bara double controller. Já. Á kostur og gaglar. Mjög skemmtilegt að spila móti, en það er... Ég myndi segja að það sé eiginlega betra að spila móti double controller en að spila móti góðan Cypher til dæmis. Já, það er umöðulegt að spila móti góðan Cypher. Já. Það er kannski við förum yfir liðin sem eru að fara, leikmenn í þessum liðin sem eru að fara að spila. Já, það er sem sagt Ravi Höttur. Þetta er náttúrulega core liðið, þá við veitum náttúrulega ekki hvaða leikmenn eru að spila, en þær eru með 2 subs, aukalega. Þannig að allir í liðinu, það er Snowpool, Sod, Fast and Curious, Pikachu, Gorilla Vanilla, Bakamura og Toposhi. Já. Ég sé svona alltaf bara einasta keppni. Við finnst líklegt að við sjáum Pikachu fara að skæjana, Fast and Curious fyrir örugglega Raze. Já, ég væri til eins og Snowpool á Reynu, þótt að Reyna er ekki góð í teamplay, en hún er svo fáránlega góð á Reynu. Það minnst bara skemmtilegt að horfa á hann að spila Reynu. Já. Hún er, ég man eftir einu móti þá náði hún rosalega skemmtilegum lurks út allt og var bara þótt að Reyna náttúrulega gefur ekki eins mikið teamplay utility-wise þá Nei, og ekki endilega talin vera sterkasti lurker í leiknum. Nei, nákvæmlega. En já, svo með Gold Diggers þá er það Innipúkin, Horizon, Voa Ídiva, Emsa, Plub, Kenguin og svo Jana Maria. Já. Og... Maður sjáum við komum. Væs! Þetta er áhugavert. Já. Við erum með 3 Sentinels Já, þetta er náttúrulega deathmatch bara í upphitun. En ég glemdi að lesa það með deathmatchið. Hvað? Ég held að það hefði verið Q-a vitlaust game-módina. Já. Þetta átti ekki að fyrir deathmatch. Nei. En við sóum eins og kompið. Ef það eru með 3 Sentinels. Nei, þú náttúrulega þú velur ekki agent í deathmatch. Ó já, tjók. Þess vegna var þetta svona steikt. Já, tjók. Ég var líka Væs, býtanins. Það er... Væs er bönnuð í kvöld. Já. Af því að þú mátt ekki spila nýja agenta á mótum fyrir 2 vikum eftir þeir kom út. Já. Væs kom út fyrir 8 dögum. Já. Þannig hún er rétt svo ekki leið á þessu móti. Já. En við gætum séð og munum örgulega sjá að minnstakosti eina Væs í næstu. Já, ég er mjög sem bent sjá Væs. Þá mun ég tala mjög mikið Væs. En við skulum gema það fyrir næstu viku. Já. Það er bara verið að laga það. Það var já. Bara... Allir mistök. Já, það gerist. En já,
með Gold Diggers. Ég er smá ekki 100% viss hvar allir eru að fara að spila. Ég veit að finnst líklega að Horizon munum fari Smokes. Já. En og svo innipókin mögulega reis. En nú fá þessi sjá alvöru pikin hérna. Ok, sjáum Cypherinn. Þeir eru með Omen á Bind sem misgott ef þú kannt Omen á Bind, þá það náttúrulega alveg ágætlega fínt, en Brimstone samt... Brimstone náttúrulega líka hana. Þau eru að spila double controller. Já, við tölum þetta sjáum Cypherinn, Reisinn, að taka Sova niður Feitina. Það virkar alveg, en mér finnst Fate sterkar á þessu mappi. Fate rosalega góð á þessu mappi. Brálerinn getur tekið svo mikið svæði, bæði í defense og attack. Það svo sterkur. Sérstaklega með Reis að gera svona Season 8 combos, þá það bara tekur að meinið næstu því frítt í byrjun. En við erum með mjög defensive teamcom sinna báðum megin. Við erum með double controller og sentinel hérna hjá Gold Diggers, meðan hjá Höttur þá erum við með Snowball á reynu, eins og ég var að tala um. Eina prediction okkar sem var rétt. Og svo það Killjoy, Sage saman á Bind. Það ekkert eðlilega mikið control. Það bara má ekki lurka á þessu mappi núna. Nei, það líka bara double sentinel, eitt controller á móti double controller, eitt sentinel. Þetta bara, ég held að sé crucial hérna fyrir Gold Diggers að fá byrja í defense. Já, með þessu. Right here. Alveg svakalega. Ég held að það muni fækta leikinn mjög mikið og við erum að fá Sova-dertina inn í sand sem mun örugglega spotta. Ég efast að þau séu að fara að búast við þessu darti, fyrsta rándi. Já. Þau eru ekki mun að fá að sjá þetta áður, þannig að þær munu spotta örugglega 2 í sand. Já. Mér sýnist að vera líka að fara 2 inn í húka og 3 long á móti með Cypher Sova. Cypher bara með 1 trip. Já. Með trip fyrir long. Það mitt kostið við að fara á móti Cypher fyrsta round, að hann oftast ekki full util, myndi ég segja. Ég samt sný mér aldrei frá því að kaupa mér bara 2 trip og skjöld, sko. Já, svo sem. Það er komin með svolítið slow entry hérna, það er komin engin smokes nema Cypher. Snowball nær bara ömsvina inn í elbow. Snowball opnar mótið okkar á reynunni, svo sagðir. Já, hún komin hérna. Void að við veit ekkert að hún sé komin elbow. En mér sýnist sterkt postplantina með Killjoy-mólunum. Alveg svakalega sterkt. Líka 2 mollur. Það verður ekki auðvitað frítæk. Nei, Snowball var einin á snæd en tekið niður á vinnupókin. Það eru að spila allar offside bara fyrir postplantið. Eru samt að svinga áður en mollunar og spækinu tappaður sem að... Og svo trefun á Tripper Void með mollanum. Mér sýnist það pusha henn. Svo eina eftir og það engin tími. Engin tími til að diffusa. Það en ágæti skaði sem þeir ná hérna tilbaka og það seifa engar pistols. Já. Það bara fyrsti leikurinn, eða fyrsta rándið, ásíkið, kemur til hérna Höttur. Já. Við erum að sjá Gold Diggers fara í sparina. Já, eins og maður gerir. Ég held að sé ekkert æðislega rætt að náttúrulega kaupa hérna, en... Nei, og líka hérna pistols eru stundum svolítið 50-50. Já. Og það svo stórt að vinna attack-pistolíðana af því að þegar Gold Diggers verða komnar á pistol hérna, þá verður þetta erfiðara take fyrir þær á móti öllu þessu utili, þessu byssum og þessar initial umferðir sem þeir eru að fá hérna, þessar fyrstu umferðir, þær verða svo stórar, þær telja svo mikið. Snowball opnar umferðin aftur. Og innipókin næst að baka múrar í lamps. Þær eru sem komnar inn á side og með plantið. Komnar með backside líka. Já. Það engin smoke heaven. Ég veit ekki hvort Snowball sé búast við þessu, en Guerrilla Vanilla það. Sýnist Emsa vera að reyna að pusha hana upp í lamps space, en Snowball inn með triple. Það búið í því að einin eftir. Næriskana eina
En Nú vill ég sjá bara Snowball fæði þetta. Annarkvæmt deyr hún og fær ultið sitt fyrir bónus eða fær síðasta killið og er samt með ultið sitt fyrir bónus. Þá getur hún gert virkilega mikið skada. Kvadræðinu fyrir Snowball í round nummer 2 og hún er bara komið á ult. Mér langar að sjá hana ulta í round 3. Já, Hún verður ulta í round 3. Algjörlega. Líka ef að þær vinna hennan bónus, þá Halda þetta tempo. Halda þetta tempo. þá fer Gold Diggers aftur í spar og þá er þetta í rauninni orðið 4-0 og þá er þetta orðið leiðilegt comeback sem að Gold Diggers þurfa að ná hérna. Já, mér sýnist þær verið að fara aftur inn á A þar sem Cypher á full buy er smá hættulegt. Já. Sérstaklega þar sem þær dói 2 og eru þá ekki með umræðilega byssur. Snowball heldur sér við Spectre og það er ekki að fara 5 hérna í showers. Ég elska það. Ég elska að sjá þetta. Þetta er samt svo hættulegt. Reisir hann að tilbúið með nade. Þetta er samt svo steikt að þetta geti virkað. Já. Horizon nær Bagamora hérna first blood. 3 falla hana mjög hratt. Já. Ná plantinina niður samt á triple. Ná plantinu svo sem bara stórt hana á bónusnum. Ná ekki að taka hennar byssur og skemma peningin hjá Gold Diggers samt neitt. Já, þetta er bara flawless round. Flawless bonus round fyrir Gold Diggers. Já. Þetta var hjálpað hans, en hvað er alltið? Við erum að bíða eftir því. Hún svo sem, það er svolítið erfitt að fæta backside þú ert með Spectre. Já. Þannig áttu í rauninni, þú ert með close range byssu, þú átt bara að fara einhvers staðar close range. Annarkvæmst á bara að vinna með smokes. Já, þessi 2 close smokar, en samt að íti í gegnum þá, þetta var svona, þú veist, þú fekkst value úr smokunum, þú náði plantinu niður, þú fekkst fremli hluta sites, en síðan bara svona einhver veginn hljópstu bara inn í óvissunana fyrir aftan. Já. Á minni byssu, ekki vitandi hver þið eru. Nákvæmlega. Mér sýnist það vilja fara í svolítið 1, 2, 3. Nei, 1, 3 setum, meina ég. Þar sem við erum með Brimstone að halda inn að húka og Killjoy Fate ætla að halda shortið meðan Snowpool er hana upp showers. Það er enginn að halda showers, það eru allar að halda bara backside. Mér sýnist svo að vera að halda showers. Já. Þær tikkið. Við gætum byrjað að sjá rótið hugsalega, en það væri... Nei, örugglega ekki. Ekki fyrst að það voru Gold Diggers sem náðu pikkinu. Já, það er grúpa aftur inni á shortinu. Eru samt í smá boppa á hvað að gera. Það er 2 þeirra. Það kolla bara rótið þeir vita á okkur hérna. En það hefur ekkert breyst á B-inu. Það er ennþá Cypher setup þar, það er ennþá Raze þar. Þetta er rosalega hættulegt Cypher setup. Það er líka svo vont að vera ekki með Raze en alltaf skemmi sér tripp. Já. Það er bara 1 gott tripp hana niður úr húka og það var bara Cypher setup að fara. 30 seconds left. Það er svona mínusinn við að taka Agentins og Reynu sem solo duelist. Það er satt. En Emsa er að halda þessu sætt næ trippulina. Það er bara Cypher setup verður óstert. Og stert og Ryzen klárar þetta round með kill á sót. Bara tripp sem er bara svona í gólfinu, það er bara að horfa beint niður til að sjá þetta, þetta er ógeðslega skrítið eitthvað. Óþolandi trips. Bara inn í open, þú veist ekkert hvað að gera, þú lendir í þessu. Já. Alveg óþolandi trips. En þetta er mynd gaglið. Þú ertu með Fate til þess að spotta þessi trips, en ertu með eitthvað fleira? Reyndar, Killjoy brýtur þessi trips. Já, þegar þið eru svona á jörðinni. Þeir eru svona á jörðinni, já. Líka aðeins ofar. Það er smá hérna. Það er eitthvað. En maður er svo sem ekki að nota, maður kannski hugsar ekki mikið út í það, að nota Killjoy molla til þess að brjóta trips. Það er mjög sjaldan að það er gert. Já, mollin er líka svo upp svo lengi að það er eitthvað, þú færð svo slow entry með því og þú veist, nema þú hoppir í þín eigin molla. Það er svo awkward að nota hann í það. En höttur eru hérna á spari núna. Vil ég fara aftur inn á B? Þeir eru ekki trættið við það að vera á móti MC-ina. Það er líka bara fínt. Það geta að gefa þeim þessa virðingu að vera hrættið við þær. Það er bara, þú veist, þetta er bara, þú bara áttir þessi umferð, en við erum alveg saman það. Já. Skiptir með einhver máli, ég get alveg tekið þetta B samt. Já, mér finnst það að vera samt, þetta var eitthvað svona fake og núna tóku 2 típið og farin í showers. Samt er Voidif á Horizon ennþá eftir á aðeinu. Það er allt liðið komið backside og
þær eru bara að fara að labba út shortina og fá Já. frítt lamps. Með Brimmáli og svakalegt util komið inn á sæt. Og level 0 er Gott. tekin út af Horizon. Spurning hvort það ná plant hérna. Þær eru ekki með safe til þess að security safe plant. Svo með kill á Horizon inni í lamps. Oh my god. Nærum plantinu Ná ekki plantið ekki niður. alveg. Svo er hérna ein eftir með half HP. Svo klengum við gott doppelkill hana, stoppa plantið og í rauninni neitaði bara rándið. Það er engin tími í þessari umferð fyrir SWAT. Já. Og Vóið eitt yfir var. Sorda. Við sem fyrir þetta Plub Penguin. Þetta rullar ekki vel af Það tungunni. rullar ekki vel. Nei. Plub Penguin. En hún með 7-2. Alveg. Þetta er gríðarlega vel. Þessi Á gríðarlega vel. brimstóninum. Já, sem er ekki vanlega toppfrækjar. Nei, en bara spreyja eitthvað smók svo... Smóka bara að spreyja í gegnum því sjálfur og fær fullt af svona killum svona. Það er satt. Heldur sætinu vel. Er þetta að spila Vandal? Ég er ekki stór aðdáandi þess. Jó. Smókar eins ég Vandal, sko. Ég En Það er dýrst að spreyja Vandal. Vandal er bara meira satisfying byssa. Ok, já. Þannig að okkur myndur ekki spila. Flott trippin á næru snowpool. Það Spike- eru samt að fara spike- ná lappinu. Plussa hérna Golddiggers aftur inn í main á prálinu Sýnist. og bakkaði long. Ætla að spila þetta aftur eins og þeir gerði pistol run, bara frá main. Já, Bakamura er samt einina inn á sæt í Cubby. Það er svolítið hættulega staða, en spurning hvort hún nær. Er það að fara að búast við henni? Dróning Já. kemur út, er að fara að klera hana. Já, þær vita alveg af henni. Spottar hana. MSI tekið samt á Karolina svakalega flott treyta í þarna. En innipókið með treytið. Hoppar í svolítið, hittir það ekki. En er með killiðina á Pikachu. Það er ennþá Killjoy lifandi, hittir ekki spreyinu, þær eru að fara að ná til fjósunum, nefnir enga tíma. Þetta var aðeins og tæst. Hefðu hún náð að drepa Horizon hana, Það er unnið. það var hún unnið. En það er- Oh my god. Það er vont hana með plantið, hún getur verið svo Já. tökka hana frá... Þetta er planta fyrir long og Og er að spila húka. Það er svolítið, já, en að vísu þá hefði hún, þetta ekki gengið kannski betur ef hún hefði verið long. Þær náðu long Nei. control svo snemma í rándinu. það er satt. Líka svolítið mitt, þegar maður plantar fyrir long og svo er eitthvað að spila húka, það er svolítið bara svona, hvað ert þú að gera hérna? Já, Þá nærðu oft frýtt kill, en þá þarftu mitt að taka alltaf kill snemma, áður en það er push along, já. Þú þarft svolítið að gefa veljúð út áður en all liðið deyr. nákvæmlega. En sínast þær eru orðan svolítið hrætta við B og eru núna farnar 5 saman á A-short. Að vísu verður að virða side set og byrja eitthvað. Já. Það er, þú kannski, þú vilt ekki sína að þú sér hrætt við það og þú er bara að fara að, en þú verður að sína því smávirðingu þegar þú getur ekki brotið það. Já. Sýnist samt, vilja taka svolítið hægt á þetta. Þær eru bara alveg fastar enn á B-inu, segðu það. Bara hreyfa sig ekki. Hreyfa sig ekki, menn svo flott. Þær eru líka með þessa myndavælana fyrir long og Já. þær munu að fá infóð mjög snemma. En þær ætla bara að býða þetta út. Já, það er ekki að frýsa að reyna að beita eitthvað rotate sínist mér, en Golddiggers hreyfa sig ekkert. En kannski ef það kæmi eitthvað sound á B þá færi örugglega einn yfir. Face your Já. fear! Hérna sjáum við Feitul bara koma og taka sæt. Sko reynilega með nilla, nær plug penguin í lamps. Og þær eru bara strax komið með sæt. Það er allir að spila svo aftalega að það ná bara ekki að stoppa þetta. Já. Spurning hvort það séu fleiri sem ætla að spila henn á sæt. Sjá Killjoy á shortinu. Já. Snowpool er aftur hennar ein Flott skot frá ITV. í lamps. Og það er búið að slökka Killjoy-málunum núna. Nær hennar emsu og ætla að píka hennar stýtti. Nær Horizon, flottis miss út. Fæta bara meira, hún bara vill meira og meira og Já. meira. Það var enginn sem getur stoppað hana. Nei, svaglega flott rán hjá Snowpool. Þetta er líka veljúð sem þú talaður um þarna þar sem hún bara svona læðist bara eitthvað á mappinu og Já, og ég bara eitthvað, bara ha, af hverju er hún hér? Já, svo sem hefði átt að vera, þegar maður rítekar A, Vill taka lamps. þú vilt taka lamps. Það er eina af fyrstu atriðum sem þú þarfst að eiginlega ríteka.
það er lamps og náttúrulega auðvitað backside, en En við sáum það þannig að Emstra fór einin í lamps, var drepinn á Snowpool og Snowpool bara píkaði backside og náði bara 2 free kills. já. Og hérna, við höfum núna séð núna á aðteikjunu hjá Hött. Þær ekkert að taka backside. Nei. Þær ekkert að hóta því fyrir en þær ná spæknu niður. En það er þá er það bara Snowpool sem er að hóta backsideinu, Já. sem er svo flott. Hún er svo confident með það að bara fara backside. Gott damage á Snowpoolina frá Horizon. Void hefur ekki spottað hérna á Fade prallanum. Gæti fengið gott position hana. Já, Djúpu smókur frá Plug Penguin. Molly kemur inn. Hægir á þeim hana. Og við sýnist að vera eitthvað reyfa spækin hana af BS. Cypher er 1. já, samt alveg hættulegt. Já, já. Og Þær eru bara Sage, Ryzen næra inn á Snowpool, en þetta er bara Sage og Brimstone sem eru að reyna að fara inn á B1. þær eru ennþá að reyna að selja í dag. Þær eru ennþá hana. Já, Sjáum auga að koma hana inn backside. Næri ekki alveg backside, en nei, mér sýnist samt að það hefur verið. Cypherin er komið inn fyrir, skjótað trippið. Vekkjút Cypherin, það er geðveikt. Hann er ekki að fara að fá neitt value af þessu trippi. Ekki sjálfur allavega. Nei, bara frýttplantina. Fate og Killjoy rotata bara strax inn í húka og þá er Gorilla vel neila eininn að ná sæt. Nei, hún hafa einu góðu piki en að CT. Void ef að kemur með drónan, en Drónin spottar ekki, Prálin spottar ekki. næra frýtt ok. Er það fyrir? Og ræðsum Ryzen fyrir eitthvað low. Það er erfitt fætt fyrir hana, en Hann er með þriðja. Það eru þetta 2 móti 3. þær eru báðar elbow og þeir eru ekki með backside, náreinda backside mjög hratt. Já, það var innum pókinina ein eftir en það er engin tími eftir. Þannig Bakamura klárar þetta bara. 4-4. 4-4. Bara mjög flott. Þær byrjuðu á hana og svo er bara, nei, vil okkar fara að býja. Það er bara flott. Bind er annarkvort einmitt, minnst þetta að vera smá þannig map, annarkvort ertu að full blown rusha æð eða býð, eða þú svona hótar það og svo TPR eða bara rotatar. Þetta er annarkvort, ef þú ert. Þetta er lítið map, það er svo rotate þungt, finnst mér. Já, út af líka ástæðan okkur þar halda sig svo lengi við B eða A er út af einmitt, það er svo auðvelt að rotata þessum mappi, þú með TPs og þá allt einu eru allar konar hinum með mappið og hvað þetta gera þegar þú ert bara einun og sæt á móti 4 sem hafa TP'að. Þannig að við sýnist þær vilja kannski gera það sama, það verður svolítið áhægt en þetta gera það sama, en Feitið að spotta innibúkanina sem er bara fastur í hotninu, þetta er ekkert gert. Dismissir einn og sæt og nær bara gott pikina inn í CT. Sóvolti kemur út. Sýnist Snjóli bara alltaf að pussa Sóvanina, CT. Já, nær ekki alveg, ég veit ekki hvort hún var að reyna að ná í Killjoy oltið, gerir ráð fyrir því. Sýnist það vilja pussa inn á CT. Það er bara að fæta út fyrir Killjoy og það er græð á því. Og Eiti var svo með 2. Þetta puss gekk ekki alveg eins vel og kannski. Kannski aðeins gráður en það hefði átt að vera. Já. Það er bara notfærist þetta Killjoy til að taka Space Heaven, eiga allt þetta Space. Bara neita hérna hetti góður íteki. Rosalega lítill tíma eftir hún nær. Í viðbót en Bakamura klárar það. Kannski fyrir að seifa hana. Já, á mínu mati. Við Það var, erum ekki búin að sjá neitt rándar sem að bara einhver hefur ákveðið, ok, ég hef enga tíma, þetta er ekki winnable, ég ætla bara að hlaupa tilbaka og eiga þessa byssu fyrir næstu ferð. Það er einhver veginn. dismissin á sæt er svo bold, ég sé það svo sjaldan finnst mér. En þetta er bara, svona endriðar bara sem raun. Svona endriðar sem solo rauna duelist. Þannig ætlar að dæfa sæt öðruvísi. Nákvæmlega. Þú ert ekki með reystansel, þú ert ekki með neon sprint, þú ert ekki með Eurotypi, þú bara dismissar. Og líka ert svo snögg eftir breytinguna. Já. Mjög áhugavert buff. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst um það, en ég veit ekki hvort það breyti einhverju. Jú. En þú veist, svona með staðsetningu reynu í mettuna er ég að meina. Já, svoleiðis, nei. Þú veist, þetta Það bara prífæðir ekki að spókin og það er bara aftur, dismissið inn á sæt. Já, þá meira það kannski að Ryzen lappaði inn í crossfærið, en Já, þetta var bara prífæðir hann á. Plug Penguin ætlaði að reyna að koma í svona ringaránd á Tetris.
En náði ekki alveg. Snowball er bara komin backside í últinu. Hún er tilbúin. Kannski Er í reloadinu og emstan ára. Nei, hann með Sheriff. með 8 kúlur hana. Já. Ekki kannski staðinu sem átti að vera að reloada. Sot bara með flankið á hreinu. Bara bæði með botta og líka var sjálf bara tilbúin standað hana. Það var bara flott. Við erum að sjá hérna Snowball vera ótrúlega aggressíva á öllum postplans og hún er að fá svo mikið úr því. Já, Hún er bara að eyðileggja öll retakes. Já. Þetta er einmitt það. Mér finnst líka höttur vera aðeins of duglega bara að fara strax inn í minn sem er ekki rosalega sniðugt. Nei. Það er bara um leið og Snowball er dauð, þá er Golddiggers komið með sæt. Já. Aftur. líka við. Golddigger er samt búin að vera mjög duglegur í að retaka. En það er spurningin hvort það sé út af því að höttur sé bara með einu mannskinn og sæt max eða þá hvort það sé reynda gott util hjá Voidivur, tók ég eftir. Það eru búin að vera á mjög mikið value úr þessu sofadarti. Já, Snowball er bara komin inn í lams. Það er bara enginn að klíra hana. Nei, og þannig að Horizon klárar hana. Var kannski smá lengi að horfa á hana. En Horizon nær annað killin á SWAT. Sýnist þær vilja er ekki alveg nóg tilbúnar. Leggurinn fyrir ressið en á SWAT. Það er hún að halda þessu. Já. Það er engin nógu það eru allar backside. Það er Nei. engin nógu nálægt til að refsa þessu. Rosalega hættur samt. Við erum með innipókin og MC-ina komin á sæt. Skannar einn, nær ekki alveg tingur, var ekki alveg í pósu til þess að skjóta hana. Bakamura er one. Fer bara beint út á long. Já. Það er svona híli frá Sage. Ok, þá kannski bætar hún aðeins meira. Gjörlega vanilla ætla bara að labba hana. Upp í Emsa elbow. nær gott damage-in á bakamúrinu, nær ekki alveg klára hana. Herru, þær eru bara að gera nákvæmlega sem við vorum að tala um. Þær eru bara að taka miklu meira space í sætinu eftir að Það er að hlusta á okkur. Það er að hlusta á okkur. En það er kannski ekki það sem þetta er að Óa, gera. Horizon! Núna er hérna Núna er þetta plantað fyrir long aftur, en SWAT er... aftur inn í húka. Það er alltaf hún sé long. En þær búast ekkert við. Það er búist ekki. Og af hverju myndirðu Þetta er gera eins og ég var að tala um. Þetta er plantað fyrir húka líka. Já, Þær hafa lært. það var lært. Svot með killið. Það er Núna er bara engin tíma eftir. ekki tími. Hún þarf að stikka þetta alveg. Concentrate, Sofa. Nei. Það er engin SWAT tími. vinnur bara. Svot búin að Líka bara vinna. hleypið í burtu. Ekki nógu snögg, en Nei, þetta var gott round. eins og ég var að tala um. Sko uppálega, það eru náttúrulega, kannski er þetta smá conditioning sem ég erum að tala um. Það eru búin að vera að planta fyrir long allan tíman á B. Eiginlega allan tíman yfir ekki að rugglast. Og svo er reynda búin að vera að spila Spila húka öll öll rounds. En Þannig þá að- mitt bara það Svona 50-50. smávegis, já. Ætlar hann að spila long núna eða plöntuðu þau bara fyrir húka núna? Já, Thanks. Það er bara veðjuð villust. We can do this. líka við. Eða smóka bombuna hefði samt verið sniðust. Já, En að vísu. að vísu. En þær vilja fara hérna 5 showers aftur. Gerði þetta í bónusinu sínum. Já, ég er minna hrifin að því þegar kemur að fullbæ en Ég samt sá að þetta var sóa line-up. Voidivur er með line-ups. Ég sé alveg að hún er, Nei, Með not shit reynslu á- up Snowpool já, með dartinu. En við sjáum bara endrið hérna á þetta útferð. Bakamura með 2 kill sína nema Eitt er á teammate. Testa þessu kill. Og Nei, þetta- annað Brimstone úlkill. Ok, Og þær eru 2 eftir í hött. Spike er ekki komið niður. En Bakamura er bara komin inn á B. Cypherinn er búinn að róta þetta. Gefur það samt Smá, upp. Alltaf já. aftur á æð. sjáum samt að Cypher er ekki með neinn trips inn á B. Og það er að koma rotate frá Brimstone líka. Ég held að reysa alltaf rotaðin smá stund en hefur hægt við. Já, Við fengið callið, það er enginn hérna. Við erum bara 2-2. Sem er algjörlega rétt. 30 seconds left. En það er lítill tíma eftir. SWAT heilsar okkur hana. Á middinu. það er verið annarkvort að committa sig við að núna eða þá bara típa í gegn og bara instaplanta. En, Cypherinn er búinn að pússa upp B. Það er vita að fara já. komna 3 ringað. Það er engin tími. Enemy remaining. Sigrar ekki Ekki langt. Það er búinn 2. Klárar þetta hérna. En þetta er samt alveg mjög sannfærandi attack-helmingur frá... Hvað gerir svona með brimmúltin? Bara brimmúlt eftir brimkill og svo drippur einn félag, hinn félag.
hvað var í gangi? Snowball aðeins svo hérna aggressív þarna. Græddi ekki á því núna þetta skiptið. Hún spil bara henni brimúlti á tímyndinni sínum. Ég bara... Þetta var svo ótrúlega mikið smókað einhvern veginn. Oh my god, hvað er cute spray? Er þetta nýtt, eða? Ég hef aldrei séð þetta, byrja, what? Ég heldur. Slay. Slay. Já, núna... Horizon. Defense, sko, ok. Horizon. Eins og tölum í byrjun samt. Já. Höttur er með svakalega defense-sided. Já, Kom. bæði lið voru það samt. Meira höttur myndi ég segja. Það eru með double controller og svo Cypher. Já. Meðan Sage hefur rosalega mikið value á Still helmingnum. waiting. There. Killjoy líka ágætlega mikið með There. mollar og náttúrulega Brimstone er bara smókar neðra. Já. Þannig að þessi attack-helmingur fyrir hérna Golddiggers verður svolítið erfiður myndi ég segja. En mér líður þess að ég reyna að gefa lítið sem ekkert value í defense. Já, þetta er snowballari. True. Pikachu tekur hérna bara control af langt. Out of charges. Ok, Molla nær ítu við hana. Ég sá ekki alveg hvað gerðist en Nei, þetta er bara inn á site, sýnist mér. Bara fest einhvern veginn. Flott skot á Horizon. En þær eru komnar 3 inn á A-ið og Killjoy er bara rétt svo nógu nálægt B til að hafa utility virt en hún bara fer núna. Horizon er með mjög sterk pistol round. Gorilla, með rosalega gott pík en næra ekki alveg að drepa hérna. Plökkvöngvin er bara... Spike down A. Þetta var running gun. Þetta var rangan og hann baka múin að klára það. Þetta var mjög skemmtilegt. Kannski búin að fá callið að Plökkvöngvin var one og bara heyrðu, ég þarf bara að hitta einu skoti. Ég er bara hleypinn að fara með á. Já, hlýtur við hana. Rangan er alltaf svolítið... Líka á klassikinu. Þetta er svona blanda af svona maker sense en smá disrespect á saman tíma. Já, þú veist... Ekki þannig er það disrespect. Ég er ekki að segja það. Ef þú gerir þetta á 3 leikmenn sem eru full health, þá er það Það disrespect. er það disrespect. Sérstaklega á klassik. Já. Þessi byssa, hún hittir ekki vel fyrir, sko. Nei. En, já, einmitt. Þú ætlum að sjá hérna eitthvað smá default frá Golddiggers. Við veitum Já. ekki alveg hvert þeir ætla að fara strax. Þeir ætla að fara 3-2 hérna. Default með þessu hérna, teamcomi sem Höttur er með er rétt svo doable með Cyphercam og þessi smokes og náttúrulega Sova sem initiator, info initiator, en þetta er samt Já, Já, en það er kannski líka bara að fá aðeins út þess að smóka. Bara... svona píka þetta í 3 ára og nær Spike down B. er í reloadinu. Hún er aftur farin í reloadið. En Horizon Nær- þurfti nær líka að reloada, hann gæti það ekki klára er hana. doppul healinu til að rétt svo halda sér lifandi. Já, hleypur hana Sage. I for heal. Hvað er healið hérna? Það eru komar hérna allar á longið og það er bara að vera að horfa á það. Sjáum eitt TP. TP. Ó, Annað TP. rétt, sjá þetta timing. Rétt svo fór úr skópið. Feit Pikachu býður ennþá inn á A og Já. rótið er svo snöggt yfir Nær ekki alveg tengur hann. og Bombar hana niður með Classics en Snowball með Triple. Enemy remaining. spreyið gennum triple bara. Spike down Það er A. Erfið stað til að planta á móti svona mörgum. Spurning hvort hún nær. Nær. Who could have Reynir að ná bara einn með predicted this? pikjan í lamp All right, I did. Spectre í Lamps er hættulegt. Við sjáum bara sterkan bónus hérna frá hérna Frá Höttur, Höttur. já. 3 Bulldogs og Spectre. Þessi Spectre er kannski ekkert svo sterkur á móti vandalunum. Lengi að drepa ef þú hitt. Það fyrir eftir hvað þú átt að spila. Á Bind, á mappi eins og Bind, eins og við vorum að tala um, þess að af hverju Phantom var betri við sann. Já. Þá er Safety's off. hérna, Já, reyndar. náttúrulega, þetta mapp er svakalegt judge map. Og líka með komboða með Killjoy-jutulinu sem annarkvort damage að þig eða gerir þig vulnerable. Þá bara er þetta bara Phantom, sko. Já, en á bónusnum, við sýnast að vilja spila þetta svolítið hægt. Við erum með Cypherin á lurkunni upp í húka, meðan þær eru eitthvað að hlusta til en á eftir hverjir eru á aðinu. Á smá info. Það er alltaf að gera þetta aftur þar sem það er býða bara út infoið. Flottur haus frá Soddan á búldöginu. Stórt damage. Emsa er bara 2-shot með öllum byssunum þeirra núna.
Spurning hvort velja að committa inn á aðeins. Við sjáum Sova vera hérna að lörka upp lamps. Það er náttúrulega ekki ofta sem að sér Gæti sig Sova vera alveg hann er ekki alveg tengur hana. Það er eitt fyrir aftan hana. nærsamt pikkinu, veit ekki að Sage, en það Sage líka upptekinn af tíkinu. Removed. Hún bara býst ekki við hana en Void er líka komin í CT og nær trippul. Það er líka búist ekki við hana þarna. 30 Nei, En- það var sterkt lörk. One enemy remaining. Venjulega sér maður ekki Sova en lörka. Nei, þannig Þú virka það. veist, Spike planted. þær voru kannski búin að sjá marga þarna og hugsa bara, Sova hlýtur að vera með. Þetta er solo initiator. Okkur myndi hann vera einn einhvers staðar. Nákvæmlega. Svo þetta er eina eftir í 1v2 inn á bónustum. Flott skot frá Horizon. Já, Ekki alveg tilbúið fyrir hann svona djúft. þetta var bara mjög flott round hjá Voidivu. Já. Mér finnst flott að hún pushaði CT. Bara, það var bara mjög flott. Hún var með gott timing, hún bara var tilbúin, confident og fekk náttúrulega bara mjög clean bulldog kills þannig. Vandaði sig bara, var Vandaði ekki sig að bara, stressa sig. já, bara calm and collected. Þú ert að spila undir minni byssum, taktu bara þinn tíma, Já. hittu skotunum og Nákvæmlega. vinnur þessi fætt. Góralið Vanilla, þá má benda samt líka á það. Right here. Manns bara flott að trigger patient að ekki reyna að elda eftir Voidivu. Nei, Bara láta vita. líka búin að heyri típíinu fyrir 4 sekundum, 5 sekundum eftir að Voideva fær pikkið. Já. En mér sýnast að vilja reyna að committa sig hérna við B1. Það eru 2 í húka meðan 3 upp longið. Já. Núna getum við séð Reisnate sem clearar jú til. Eða bara Reisnate backside. Snowball píkar reyna bara að húka en er traded af, Club Quengbin sem Pikachu treyta strax tilbaka aftur. já, Bring them down. Og Goldiggers kom út í mínus í þessu fæti hana. það eru þá 3 reyna eftir bara á longinu og Spækin húka. eftir í húka. Það er mjög óþægild hana ef þeir ná sæt. Já, að þær það komast eru aftur samt- upp í húka. Það eru með óminólt. Spurning hvað það gerir með það. Emsa með píkið en á nær Pikachu. Munið þið spila á þessu að fara inn í TB-ið? Eða eru bara sátta við það að reyna hana í spækið. Emsa er komin inn í lurk upp elbow. Seijin bara komin 30 í spawni seconds þeirra. left. Gorilla Vanilla. Sott, hún fann leitt á þessu. Hún vissi. Gorilla Vanilla bara hann búinn að cleara allt aðeins. Já. Ef það myndi TB það hún er tilbúin. Hún er Þannig með að- ótrúlega góða stöðu fyrir Ótrúlega góð stöðu. Það er bara En- 15 sekundur eftir. Out of charge. Það er verða að bomba hérna inn á sætin. Það eru killsömmálar. Mjög hættulega staða. Nær Planta planturinnar backside. við CT. Horizon bara heldur henni. Hittir nokkur skotum hana, nær fín skada. Sjá Molly hérna komin sem er að One cleara hérna enemy ágæti remaining. svæði. Gorilla Vanilla bara bombar inn á sæt. Innibókinni 1. Þetta er erfitt, þetta er ótrúlega Já, erfitt. Og líka að Soddan að koma elbow, þeir eru bara komin úr öllum áttum. 2 að halda frá mismundi stöðum. Rosalega erfið staða að spila hana. 10. umferð fyrir. Já. Voru kannski aðeins og lengi að ákveða sig. Hérna Goldiggers. Þær voru með óminólt. Þær hefðu geta... Ég hefði viljað sjá eitthvað með það. Já. Annarkvort þá beita eitthvað út. Eða... Já, bara... Náttúrulega að deyja með spækin í húka er svolítið erfitt. Þú ert að gefa bæði rosalega mikið info. Já. Og rosalega erfitt að ná í spækin í húka þar sem þú getur tekið Find you. húka ágætlega öðrulega. Já. Líka bara... Við erum að fá að sjá lélegt bæ hérna frá. Já. Goldiggers. Goldiggers Þetta er... verður ekki auðveld umferð fyrir þeir. Nei. Cypherinn bara þannig að reyna að fá eitthvað vel út úr því að lörka. Peter komin er með gott seize. Gorilla Vanilla er að spila upp á veggnum sínum hann, að fara infóð á Cypher. Cypherinn bara bakkar í burtu. Svaklega lóðina. Snowpool er komin hann á bench. Þær eru með rosalega lítið utility að cleara þetta nema þá mögulega Sovadrón. Já, Og- dart eftir 5. Já. En hún er bara að fara að pusha Showers. Nei, hætt við. Nú fáum við engan svoður hana. Nei, enga Sovadrón. Snowpool bara í ultinu sín hann að sækja þessi kill. Já.
Gorilla Vanilla komin inn í Kabi en samt tekin af Flott skot frá Bæði- Penguin. já, Club Gorilla Penguin og Vanilla out of position hann að One enemy fæta 2 í remaining. einu. Sjáum bara smókin sem leifir Club Penguin að koma sinna sæt. En hún aðeins of lág til að taka þessi fæt vel. Bakamora Brimstone klárar Club Penguin Brimstone. Það voru bara 6 klífur. Bæði liðin á bæi. Bæði liðin á bæði, já. Eitt spektir hann á innibúganum. Ég væri til í að sjá bara Judge og bara Satchel inn í Lamps. Eiga bara Lamps kontról allan leikinn. Já. Í stað þess að kaupa hennar spektir. Þær eru að spila aðeins og hægt. Hvar eru shotgun? Hvar eru shotgunin? Þetta er svo þröngt map. Já. Og líka þær eru með double smokes. Já. Það er alveg hægt að nýta sér það að sérstaklega á save rounds. Bara smóka eitthvað staðar og vera bara að spila inn í smókuna. Já, bara Af því þú ert á að forsa close range fight sem Datti er fer mjög aðeins of hættulegt. lendir hana upp á mappinu. Já. Þetta næri ekki alveg skanna neitt. En það er enginn inn á B, nema þetta Killjoy. Void ef að poppa inn að sofa næri inn að sofa og dreipur hana á. Þröngur gangi sem Soti Spike först á. planted. Já. Erfitt að forðast þetta sóvolt þarna. Þær eru komin inn að vera með frekar frýtt plant. Og Planta hana fyrir Húka og CT. já, innipúkin reynir að taka elbow control en Snowpool segir neitt. Og þær eru inn á 3 að spila á postplantinu með náttúrulega Brimstone en Bryson hann nær einu. Þessi veggur er mjög vondur. Já, Það er enginn að samt Brimstone og Finn. nær hafina. Þú eru að lifna ein eftir. You fought well. Hefnsen að koma inn og niður. Klára hana. Vissi ekki að þetta var gott hjá henni að fara bara niður frá Húka. Já. Mikilvægt randana fyrir, Já. bara trúlega mikilvægsta randi í leiknum hana fyrir Gold Diggers. Það er tapast þessar umferð og ég lélega pening og höttur á matchpoint. Þannig að það er þurftu svolítið að vinna þessu umferð. Já, Líka eyðileggja peningin hjá hött. já, Höttur þetta eru ekkert á sérstaklega gott bæ. Það er nokkar með Bulldogs og Búin að vera að vinna Mars- nokkrar umferðina í röð en eru bara aðeins of margar alltaf að falla og þeir ná ekki að byggja upp góðan pening. Keep it cool. já, That's how you survive. Þannig að Turn out. erum Placing swamp grenade. líklega að fara að sjá 8. umferðina fyrir Gold Diggers nema við sjáum eitthvað svakalegt play frá einhverjum í já, setur nú einin á aðeð. Veit ekkert að þeim er komið nýfina í ágætlega góða pósu með samt bara Sheriff. Spurning hvort það er klera hana. rosalega upptekinn af þessum kassa hana til hægri. Ekki alveg, Það er óþarfi. kannski ekki alveg tilbúin fyrir þetta fætt. En það skiptir engu máli, það er enginn að klíra hana. Nei. Nær einum. Nær first bloodinu á Voidivu sem er bara mjög gott með við Sheriff. Og það er ná bara mjög flott og frýtt plant. Spike planted. Inn í bókina alltaf en að setja nær Aðeins að engum. fljóta og skjóta últinn út, kannski Já, tefja þær aðeins lengur með því að halda bara á því. Það þorir enginn að pusha þetta reisvolt. Spækinn er komið niður, þú ert með backside control, þú ert smókuð, þú veist ekki hvort það sé neina hana. Allt er bara, Bryson! Player standing. Snowpool með flott pikan á Sheriff, Pikachu, Club Penguin treydar samt. En er ein, erfitt situation. Það er lænuðu nestið upp. Rétt svo nestið því. En þetta er En spar sem að, þetta var svakalega dýrt ránd fyrir höttur. já, Svakalega dýrt ránd. Já, er þetta Casterskars? ég veit það ekki, gæti verið. Match point. En það er við sjáum hérna, Vonum höttur ekki. er höttur á góðum pening núna? Nei, Veit það ekki, ekkert á æðislegum penning sko. nei. Það er ná, Fá ekki neitt loss bónus hana, unnu að randa á undan. Þannig að það er eiga bara um pening sem það spurðuð fyrir. já, sterkasti playerinn að Horizon er líka bara með Spectrum. Þannig að spurning hvort að hún næri að gera eitthvað með, Spectrin getur alveg verið góður á smoke samt. Suppressor Já. þessa. það er satt. En þá þurfum við líka að sjá svolítið creative smokes hérna. Já. Við erum með, Killjoy er aftur búin að færa sig yfir á B og það er eitthvað við fundir leiktina því og ákveða að fara A. Komin er að reis Satchels inn á side. Neita backside. Nær einhver skada á þessu neiti en það er samt pikki tilbaka. Já, Pikachu er að cleara lamps en Nær öðru pikki. Gætum við séð hérna
Nú þurfa þær að passa sér rosalega mikið að grúpa sig. Oh my god. Innipúkir bara með Ég elska trippul. þetta push, ég elska þetta push. Þetta er svo mikilvægt. Snowpool staðfar þetta. Þær þurfa að passa sig að grúpa inn ekki á móti brimstone-ultinu. Ef þær festa sig allar einhvers staðar saman, þá er þetta bara búið. En þær eru greinilega að passa sig á sig og eru enga saman hana. Já. Player standing. Þannig er spektrinn í lands. Hættuleg. Og flott sóadart. Skipti smóknum ekki alveg á spækin, þannig Nei. að Cyphercam sér hana, nær að pinga hana og þá er þetta bara búið. Já, var þetta Cyphercam? Það var Cyphercam. Hún var spottað af Cyphercaminu. Já. Við erum ekki Pikachu með fyrsta timeout í leiknum. Minnst það verið reyndar svolítið fyndið. Minnst timeouts gleymast Já. svolítið mikið. Þetta er líka bara fínn tími til að taka timeout. Það er bara aðeins að ná áttum og hugsa hvað viljum við gera hérna? Við þurfum að ná einn umferð. Við þurfum bara að gera Við þurfum eitthvað. bara að klára það. Þær eru líka ekkert á æðislegt bæ. Nei. Þær geta keypt nema það þurfa nokkur að fara í half armor. Já, spurning sko hvort að maður myndi seifa hérna. Bara segja, heyrðu, þær fá kannski einu umferð í viðbútt. Nei, maður klára það. Ekki? Nei, þær eru með Brimstone Ult, Sage, Res. Ég segi bara, komum með eitthvað gott plan hérna og bara klára það. Ég væri til í að sjá hversu langt þær eru frá öðrum ultum hérna. Áður en ég segi hvort ég myndi kaupa henni eða ekki. Já, svo sem. Við fáum kannski ekki að sjá það. En ef að þær eru nálagt Killjoy-ulti eða nálagt Fate-ulti og sparar einu umferð, reynir að setja upp Killjoy-inn eða Fate-ina fyrir ult. Síðan áttu bara geggja ránd. Þú með 3 ult, Killjoy-ultið út, Brimstone-ulti til að halda þeim ennþá lengur og spila bara fyrir retake. Það er satt. Það er spurning líka hvað Höttur gerir hérna á matchpoint. Nú sé ég ekki hvort það sé að kaupa eða ekki. Gerum ráð fyrir því? Ég kom að veit ég var með... Ok, bánsið. Ok. Klírar hérna undir húka. Þær vita náttúrulega... Þær keyptu ekki. Þær keyptu ekki, nei. Þá er svo sem valuable að klíra hérna frontside. Því að það verður mjög erfitt að refæta þetta. Komna bara með B-sætið frekar frýtt og þær eru bara tilbúinir í að retaka. Spurning hvort þetta sé eitthvað sem þær töluðu bara Smókinina feitar í burtu. Horizon klárar hérna Snowpool en Pikachu treytar hérna á móti. 3 eftir að retakeinu á móti 4 minna. Pikachu spott næsna pikkinu. 3 móti 3. Pikachu svolítið hættilega með hann að Spectre. Nakamura er stór hættulega hann á backside að lurka í smóknum sínum. Það er svakalega. En þá er það 9-12. Þá er bara spurning hvort að já, það er spurningin mitt hvort að þær séu með eitthvað sérstakt plan þá Höttur í kringum einmitt þetta bæ. Þær með eitthvað sérstakt play eða ætlaðir bara að spila eins og þeir búin að vera að spila bara að reyna að defenda sides. Sýnast þær vilja að spila double sentinel hérna á B. Þær eru triple hérna á A. Og sem er ekkert vitlaust. Nei, ekki endilega. Ágætis að holda B-nu, en það er það líka að koma B. Já. Allavega svona initially. Spurning hvernig Fate augað spottar ekkert að main sem er stórt info. En sama tíma líka stórt fyrir Emsu sem fær þá kannski timing hérna á lurkinu. Innibúin nær Gorilla Vanilla hérna í Kabi. Þá er Sotina 1 eftir á móti 4. Það finnst að sjá rotate frá öllu. Innibúin er með ult. Og hún er aðeins að bíða. Þannig heldur hún aðeins lengur. Já, aðeins lengur. Þú sást líka það bara Höttur bakkaði bara inn í megin. Já. En Emsaði með lurkið hérna. Hún er að fara að koma í baki á 3. Þær búast aldrei við henni. Snowpool með killina á innibúin er að reyna að íteka þetta. Kannski aðeins of seinana á lurkinu. Þarf bara að byrja að hlaupa hana í staðinn. Já. Komnar á spækið. Þetta er ekki plantað fyrir neitt. Er samt farin á spækinu. Nær hún. Nei, Pikachu. Það er 3 til að hreinsinda. Klára þetta. Lurkið sem var næstuð svo sterkt. En bara ef hún hefði aðeins meiri tíma. Já. Eða hefði bara kannski hlupið aðeins hraðar hana í... Já, tikið nýfinn út.
það er eitthvað sem ég sé aðeins svo oft. Þegar þú ert að lurka og þú fattar, ó nei, ég hef ekki tíma. Bara knife out, hlaupa. Lokatölur 13, 9 fyrir hött. Já. Sett vitlaust upp hérna. En við vitum betur. Swiss. Við vitum betur. Já, en hérna, já, þetta var skemmtilega leikur. Við sjáum, náttúrulega, höttur búin að vera að spila miklu lengur en Gold Diggers. Já. En ég vissi ekki hvernig þessi leikur myndi fara, þannig séð, þar séð. Nei, og eitthvað veginn aldrei í leiknum var maður með viss. Höttur á vísum með gríðarlega sterkan attack-helmingana, þrátt fyrir að vera á mjög defensive kompi. Ná 7 umferðamann í attack, sem er kannski ástæðan fyrir því að það er vinna leik. Snowpool, alveg gríðarlega krúsjál í þessum attack-helming. Eins og ég sagði í byrjun. Mér er alveg sama ef Reyna er ekki teamplay karakter. Já. Ef þú ert góð aukan karakter, mér langar að sjá hana. Mér langar að sjá þetta af því það er með 10 sinni meira value en bara eitthvað karakter sem þú ert að third time'a eða eitthvað svo leis. Já. Þannig að næsti leikur, Þóra F. móti Venus Val. Já, það verður mjög skemmtilegt. Já. Ég er mjög spennt fyrir því. Ég hef ekki hugmynd eins og hvernig það leikur fer. Ég hef ekkert séð að Þórliði spila. Ég hef mjög lítið búin að sjá. Ég veit samt að Venus eru miklu meira að spila, en svo fáum við að sjá Þóra F. náttúrulega, það eru margar stelpur þarna sem hafa, eru með ykkur reynslu í Valorant náttúrulega, en svo eru margar sem hafa miklu meiri bakgrunn í CS. Þannig við munum að sjá ykkur smá svona CS habits koma út í Valorant. Og ég er ekki CS-spilari, þannig ég veit svo sem ekki mikið, en... Nei, ekki heldur. En það er hana með Lilith, sem er þrefaldur kvennameistari. Já, var uppálega í Kröplu og hérna Jassi var í Valkyrjum. Já, Jötum Valkyrjur. Gamla liðinu þínu. Gamla liðinu mínu. Spiluðu þið saman? Já. Þú spilaði með Jassi? Eitthvað smá? Já, 1 season. 1 season. Mér langar að segja. Já, þannig að það er ekki neitt, það er ekki reynsluleysi þarna, en þær eru nýjar margar. Já, og einmitt smá svona rust. Smá rusty en þá kannski. Það verður að spila mikið CS, er að koma aftur. Já, ég er spennt að sjá þessi CS habits. Ég held við munum alveg sjá eitthvað. Já. Ég spila með nokkuð CS-playerum Valorant. Það er öðruvísi hvernig þeir spraya, hvernig þeir taka fight, hvernig þeir trýta util. Ekkert að nota util, myndi ég segja. Nei, en það er líka bara hvernig þeir trýta util. Þetta er svo öðruvísi að spila í kringum þetta. Já. Eins og þegar þú ert gekkóflassar í Valorant, þú er bara svo vanur að líta frá öllum flössum, saman hvað það er. Já. Síðan bara eitthvað flass sem flassaði aftan eða bara, flassi þú þarf að skjóta og eitthvað svona. Nákvæmlega, reyna flass og gekkóflass bara byrja, hæ? Já, og allir þessir warning indicators sem þú veist ekkert hvað þýða. Það bara eitthvað svona, þú veist, þú ert inn í einhver núna, hverju er inn í, hvað á ég að gera? Á ég að horfa niður, á ég að skjóta eitthvað, á ég að hoppa, á ég að hreyfa mig úr þessu, hvað nákvæmlega á ég að gera? Þannig að þú veist, það mun örugglega sjást örlítið í þessum fyrstu leikjum, reynsluleysið. Ég held líka almennt svona, ég held að við erum að sjá miklu fleiri line-ups náttúrulega frá Venus. Já. Það er já. Sahara. Ég held að þú sé reynda Duelist. Sahara er á Duelist. Hún er á Duelist. Ég hefur alltaf spilaði Sentinels fyrir ATX. ATX og Jötum Valkyrjur. Já, og Girls. Girls, já. Sem var fyrrum ATX. Spennt að sjá að því þetta er svo allt öðruvísi playstíl Sentinel yfir í Duelist. Það er bara allt öðruvísi. Hvítt og svart, sko. Eitt skipti ertu að lurka og svo eitt skipti máttu bara alls ekki lurka. Þú ert agentinn sem að bringar value með því að vera hér og þar á móti þess. Þú ert fyrsti kontakt alltaf. Já, nákvæmlega. Þetta er bara svona, ég má ekki deyja, ég effektivli á að vera fyrst að deyja. Þetta er bara svona, þú veist, ótrúlega ólíkt og fyndin breyting. Já, samt mjög skemmtilega sem einmitt Sentinel main aðra. Þá er smá svona skemmtilegt að breyta til, myndi ég segja. Ef þú getur spila Sentinel og þú getur spila Duelist, þá skilur þú leikinn. Já. Allavega mínum mati. Já. Ég held að það sé miklu auðveldara transition á miklu eitthvað eins og Sentinel og Controller. Já. Og meira segja bara flashinitiator yfir í Duelist. Það er líka oft svipað þar sem hún veist kannski timingin, ég á farin á sætt núna. Já, meðan Controller og Sentinel er miklu meira passive, ég þarf að lifa lengi. Men
Duelist, ég þarf bara að fara inn á sætt. That's it. Já. En svo er náttúrulega Lilith er náttúrulega í Þóraflega. Hún var náttúrulega í Kröflu. Svo eru rosalega margar stelpur í Venus sem voru í Kröflu. Tvær, já. Það er náttúrulega Ásdís og Sunna. Ásdís og Sunna. Og eru hérna 3 úr ATX uppálega. Er það ekki? Ausa var í ATX. Pera og Pera svo var í Sara. ATX. Og Íma, ég veit ekki hvort hún hefur tekið þátt á þér. Já. Ég man ekki eftir því. En að vísu þá var hún Rexy skráð með liðinu fyrst. En Já. Hún er uppálega var í Kröflu líka. já, hún er uppálega í rauninni sameinaði þessar stelpur. Já. Ég veit að ég var öll í grútsatið. Já, Viltu spila? hún sameinaði þessar stelpur í Já. lið og var síðan bara, herri, ég hef ekki tíma. Já. En þið munu standa ykkur frábælega. Já, mér finnst það bara flott. Ég Já. meina að gefa þetta svona initial push, bara Taka hey, initiativið. farið að spila. Já. Mér finnst það bara mjög flott, að því mér líður eins og Það þurfti eitthvað að gera. það þurfti einhvern að gera það og það er mitt flott að hún er að gera það. Já. Mér finnst það bara mjög flott. En Um, svo er það síðasta leikurinn í dag, Clutch, já. og þetta er Garden Grillur. Það verður Garden Grillur, við veitum höfum séð eina stelpu spila einu sinni. Já. Og Það var fyrsta season. Já. Spilaði Katzin með Girls. ég var náttúrulega ekkert í samfélaginu þá. Ég var það valla. Já. Ég sá þá í spila en ég sá þau ekkert spila. Þannig að vísu þá spiluðu þau á móti félagslið Þór Þorlákshöfn Já. sem er félagi sem ég er í. Já. En ég var ekki kominn inn þá þannig að ég veit ekkert. Nei. Þannig að Þannig- það verður algjört spurningamerki þá leikur. Já. Clutch að vísu núverandi kvennameistarar og Síðustu sjálfsögðu 2 seasons. fara inn sem favorite í þeim leik. Já. En það verður svona gaman að sjá hvernig Guardian Grillur spila leikinn. Já, og líka bara sjá hvaða spilarar eru kynnast nýjum spilarum. Minnst það alltaf skemmtilegast. Já. Og það er það sem við erum að gera rosalega mikið í ár. Já, En það næstu því 50 stelpur skráðar. alveg svakalega tala. Getum við talað um það? Það voru uppálega bara 4 lið þessi hver einstu deild. Svo bara, Stundum bara 3. sem bara 3. En svo þar síðast, það voru bara 3, var það ekki? Jú. Jú. Síðast voru 4, þar síðast voru 3. Já. Núna eru bara 8. What? Hvað kom allar þessar stelpur? Hvað? Og Já. það er bara að fela sig á Það voru bara að fela sig. Það er gaman að sjá það loksins. Já, takk fyrir að koma. En ég hefði viljað sjá ykkur síðast síðan. Joke. Betra seint en aldrei. Betra seint en aldrei. Fáum örgulega að fara að fá mappið hérna bráðum. Við munum að fara í hjá Þór og Venus. Leiknum sikaði aðeins, enda líka gríðarlega langur leikur hjá Hött Goldigers. Já, Spilaðu hægt, hugsuðu allt vel, já, tæpur leikur. Gaman að sjá það líka, bara að stelpur eru að taka svo alvarlega. Þetta er bara ekki 5-man push hér. já. Heila Það er miklu lausn. skemmtilegra að vera náttúrulega, Hugsandi leikinn. já, hugsa út í leikinn. Sem náttúrulega fyrirvendar IGL, ég hugsa kannski aðeins svo mikið út í leikinn. En finnst miklu skemmtilegra að sjá bara, einhvern ákveðin strategía í kringum hvað við að gera, að því ég er ekki mjög hrifin af 5-man push A, 5-man push B. Nei, Ég er, líka bara á flestum möppum þá ertu bara, þá virkar það bara ekki. þú getur gert það á möppum eins og Ascent. Já, svo líka með það, maður þarf að æfa það sérstaklega vel. Þetta er ekki bara, ok, við ætlum að rusha að núna. Nei, það er bara, þú veist, þá fer bara jú til eitthvert. Já, og Þú svo kannski allt í henni Jettins er blinded og það bara Þú allt kannski- í rugli. Þú kannski hendir flassi hingað og þá fer dart bara eitthvað annar staðar sem að hjálpar þessu blendi ekki neitt og þú bara gera bara eitthvað og Jettin entry, eða þú veist, kannski ekki nefnilega Jettin entry, þetta er bara hvað á ég að gera? Bara, Síðan kemur bara ómið blind sem flassa Jettin og það er bara alltaf í það fokki. verður ógeðslega mikið chaos. Þarf hvernig maður þarf, sérstaklega að æfa svona fast pushes. Jettið og- lendir í entryð lendir í Cypher trippi, second entryð lendir í hinu Já. Cypher trippinu, það er bara allir þetta smoke, það er ekkert sem þú getur gert. Það er ekki eitthvað svona, ok, núna byrjum við á Infonisitor, svo kemur Omen Flash á þennan tíma. Það er bara, Já, en líka ef þú reynir að calla it allt mid-game, þá kemur það svo hægt.
Það er rosalega erfitt. Það er bara svona, þú veist, og síðan kannski gleymist eitt út til þig bara eitthvað og manneskja bara ég gleymdi þessu, eða átti ég að gera þetta, átti ég Gerðu það núna! ég var ekki viss hvenær ég átti að gera þetta eða eitthvað svona og Þetta verður svo mikið rugl. En þá er okkur einmitt, ég myndi segja Ascent síðan á bestu möpunum til þess að æfa það. já, Sérstaklega A-side Ascent. Ég meina, rosalega auðvelt að fatta bara, ok, Sovadart kemur hérna, svo á saman tíma kemur Omen Blind inn á Jen og svo dashar Jet inn á hjá Dice. Rosalega einfalt að bara byrja sig á því að æfa á þannig möpum áður en maður fer í kannski map eins og Haven, Bind finnst mér vera svolítið erfitt, sérstaklega A-side Bind býr aðeins auðveldra á svona fastteika. já, En það er mjög awkward, það er svo mikið að boxum hana, þetta er svo mikið boxum, svolítið miklu svona stærra og svona miklu lengra. En við ætlum að stökkva í örsnögga auglýsingu Já. og síðan ætlum við að tilkynna gjafaleik. Þannig við sjáumst. Ekki fara langt. Við ætlum að hafa gjafaleik í samvinnu við Sinfóníuhljómsveit Íslands sem ætlar núna í Eldborgarsal Hörpu að halda tölvuleikatónleika þar sem þeir ætla að spila tónlist úr leikjum eins og Kingdom Hearts, The Last of Us, Fortnite, Halo og fleiri. Fortnite? Oh my god! Við ætlum að gefa 2 áhorfendum 2 miða, sem sagt 4 miða í heildina. Ok, það er ekkert eðlilega cool. Ég væri svo til ég að fara á tónleikar. Mér langar geðveikt mikið að fara á þetta. Já? Til að taka þátt þarftu bara að setja upphrópunarmerki Sinfo, S-I-N-F-O, í tjatið. Þá ertu komin í potinn. Gæja? Já,
Ég Ekki held að missa sé, eftir. já, Og endilega kynni ykkur þetta inn á sinfo.is því að þetta lukkar ótrúlega spennandi. já, Eins og vídeo síndi. Ég já, er ekkert eðlilega hæpt. Ég er að pæla að kaupa mig með það. já, ég er 100%. Það er mætaði mitt bara einhvern fínum kjól og svo einhver jakkaföt Bara og hlusta á tölvuleikja tónlist get sem er, næs bara eitthvað. já, líka bara Svona eðalfólks hittingur eitthvað. Sinfoni hljómsveikar. Einmitt. Nei, svona tölvuleikja tónlist er love it. En ég held að það sé geðvægt gaman. Og ég hvet alla, eða sem flest allavega, til að kynna sér þetta. Já. Allavega. Því að ég held að þetta sé ógeðslega gaman. En við erum að fara inn í annan leik Leik nummer 2. bráðum. Yes, það er þá Venus Val á móti Þóra FE. Eins og við tölum smá Við erum að fara á Haven. Þannig fyrir, Já, við vorum ekki múin að kynna það, kannski Nei. láta þau vita. Við erum að fara á Haven. Haven. Var það ekki einn á mappunum? Það var mappið sem þú gískaðir á, Já. sem væri mikið spilað. Ég sagði Bind og Ascent. Já. Þú sagði Haven. Já. Ok. Haven. Erfitt map. Já, ég held, sko, fyrir spilarum eins og Venus, þá held ég sé aðeins betra map. Hreinlega út af, það er kannski þekkja miklu betur svona default playstyle Já. og hvernig maður á að spila þetta map. Það eru náttúrulega einhverja stelpur úr Þóra FE sem hafa mjög lengi verið að spila CS sem kannski þekkja ekki alveg nógu vel mettaðið í kringum þessu mappi. En Nei. þá kemur kannski Lilith og Jessie sem hafa mjög lengi spilað í deildinni og spila Valorant, koma inn og hjálpa þér. Mér skilst að keppendur séu tilbúnir og við erum bara að fara inn í leikina rétt bráðum. Já. Við ætlum kannski að kynna bara hvaða spilarar eru í báðum liðum. Já, Náttúrulega, ég held við fáum bara að sjá það hérna núna. já, við erum með Íma, Pera, Ásdís og Sunny og bara Sara í Venus liðinu. Svo í Þóra FE þá er það Jessie, Enneka, Natiela, Aurora Oak og Siu. Aurora Oak er að vísu neyðarsöp. Hérna. Já, Við sjáum ekki Lilith spila sem er reyndasti leikmaður Þór. já. Og mér Þannig finnst þetta verður rosalega erfitt fyrir þær. Já, minnst mjög líklegt líka að Lilith hafi verið IGL uppalega fyrir Þóra FE. Örugglega. Mjög líklegt, en En það hlutverk mun detta niður á Jessie Já. hérna. Eða, við vitum svo sem ekkert hver þessi Aurora Oak er. Neyðarsöp, er hún reynslu mikil? Kannski. who knows? Við fáum bara að sjá það. En mér sýnist að vilja fara í double duelist hérna hjá Þóra FE meðan það er eitt central sem er Killjoy sem er mjög góð á þessum mappi. Já. En á móti er samt hún Áskvís á Cypherin sem er líka ógeðslega góður á þessum mappi. Ég myndi ykkur veginn frekar segja að Cypher sé betri ymmit núna, Já. bara út af mettaðun og svoleiðis. En hérna, Við erum inn í myrkrinu núna. við erum alveg engolft í myrkri, Ég er, komin óminnolt. nei, hérna, já. Mér finnst mjög gaman að spila þau bara bæði. Já, Mér finnst þú fá svo mikið value út af því að lurka á þessu mappi þannig af hverju ekki vera með 2. ég held sko pre-Cypher buffs, Mhm. þá var Killjoy betri á þessum mappi. Já, Killjoy var líka bara betri á flestum mappum. Já, og svolítið dominant. En núna fáum við sjá leikinn og þær eru með mjög klassískt teamkomp hérna hjá Venus með Jet Breach, Cypher, Sova og Omen sem er besti kontrólarinn á sem að við by far myndi ég segja. Klófin alltaf er rosalega góð þar sem hún er með rechargeable smokes sem er rosalega mikilvægt að Haven. Já, af því þetta mapp spila svo hægt. Þetta mapp spila svo hægt, þú vilt taka space smátt og smátt og hérna já, bara fá info. Það er Já. aðalatriðið með þessum mappi. Alarm bot out. Sýnist að Sýnist vilja við vera að fara í annað tech-pás hérna. smá tech pause. Einhverjir erfiðleikar með þennan leik. Fá hérna pásan matstæmir, það er ístartaðan leik bara. Já, hefur einhvern ekki náða að connecta sýnist mér. En tölum smá um hvernig þetta mapp spilast. Sko, þetta er eins og þetta er þannig mapp. Þú ert ekki að rösa, þú ert ekki að rösa B, þú ert ekki að rösa C. Ok, B kannski. En
Mér líður svo rushið B. Af því að þú fær rotate frá báðum hliðum ógeðslega hratt og bara að reyna Í ákveðnum rándum þá kemst alveg upp með að rusha B. Já. En það er eiginlega bara... En þú ferði líka ekkert B á móti lélæra bæi. Nei. Ég er samt ekkert Ekki nema að vilja ég þetta skýta á móti haglabyssu, sko. Já. Það er eitthvað veginn, ég veit ekki hversu oft ég verið að spila rangt á þessu mappi og svo segir eitthvað, förum B. Og ég bara, nei. Já. Nei, af því það virkar aldrei. Þú þarft mjög sérstakt til þess að taka B. Og líka bara til að halda því, þetta er svo awkward einhvern veginn. Þetta er svo awkward. Þú getur spila shield, þú getur spila það er, í rauninni er þetta bara svo erfitt sæt að taka og halda, sérstaklega. Af því þú getur spila postplant, en svo ertu með mögulegt flank frá A, svo ertu með mögulegt flank frá grass, svo ertu mögulegt flank frá doors. Bara allt getur gerst í rauninni. Já, þetta er bara svo awkward sæt, þetta er eins og B á Lotus líka. Bara þessi þriggja sætum upp, þú bara... Þú veist, þau eru svo opin frá öllum áttum að halda þeim með bara eitthvað B er samt á Lotus er miklu skárra myndi ég segja en B á Haven. Já. Að mínum mati. En almennt séð, að mínum mati, besta strætti til þess að spila map er að gera eitthvað sem heitir inserts. Sem er eitthvað sem ég sé oftast á Haven. Ég sé það ekki eins og ofta á öðrum möppum. Ég myndi sjá það kannski líka á Lotus. En inserts sem sagt er, þú tekur til dæmis segjum þið farið öll amin. Já. Kastið eitthvað util og svo en svo setið það bara inn á shortið. Til dæmis sewers eða svoleiðis. Og hann er bara þarna. Hann hlustar eftir rotates, hann catchar rotates eða það bara mögulega lurkar. Svo fer restina af leiðinni í burtu og fer annarkvort á B eða C og annarkvort setur annað insert eða er að spila af insertnum eða bara ákveður að pusha sætið og býða eftir lurkinni. Já. Þannig þetta er, ég sé þannig plays virka lang best. Sann playstíl sem er erfitt að spila rétt. Þetta er mjög IGL heavy leikur. Já. Þetta er IGL heavy map, myndi ég segja. Það er ofkur að þetta er mjög erfitt map in general, að því IGL þarf bara að tala. Meðan... Er það þess að þú fílar þetta map? Að þú fer að tala? Ég myndi segja á góðum degi þá elski ég þetta map. Það er ekkert alltaf í stuði til að nenna þessu byrji, sko. Stundum vill maður bara fara, þú veist, fyrir bara. Já, stundum vill maður bara spila bara einfalt map, bara gera bara svona og það er bara það sem við gerum. Já, nákvæmlega. Sýnist það er samt vera að ná að fara hérna inn í leik og... Vonandi virkar þetta núna. Já. Við erum með hérna... Sko, eitt með Killjoy myndi ég segja. Hún er eiginlega... Hún verður að vera sé. Já. Hún er... hún provæta svo mikið value með því að vera sé. Hún er bæði með gott sé control og líka garage og mögulega líka B. Meðan ef hún er að spila A, þá er hún kannski bara með B og A. Sem er... og jafnvel bara A. Jafnvel bara A, nákvæmlega. En ég sýnast að velja að fara í 2-2-1 setup með Cypher sem lurkar hérna aðeins og það eru tvær hérna, bara Sara og Ás. Komum hérna bara í... Hrattinn í garða. Þetta er bara split. Enneka bara hoppar út og bara Sara nær treytunni hérna. Komin inn á side. Cypherinn er hann að halda rotations á mid-side. Já, og hérna sýnist að vera komin inn á side og ná plantinu. Það eru bara 2 á móti 3. Við erum að Rora Oak og svo hérna Natiella eftir. Ásgeir komin inn með gott garage control. Flott dart hérna. Rosalega erfitt retake hérna fyrir Þór F. Nutella með 2 smokes og pera lágan inn á side með jiggli hana, hittir ekki skotinu. Áslýstan gott píkana úr garra og þetta er... Oh my god! Veit ekki síðast á. Nei, hefur rosalega lítið tíma í rauninni eða engin tíma eftir. En Íma klárar þetta. Drándan alltaf að byrja með bara að taka hratt. Tók hana sé splitt, gennum garras. Já,
og fengu smá value úr lörkin á Ásdís. Reglulega gott rannbyrni sem við líðum svo að þetta hefði gengur betur en þær voru kannski að tapa ákveðin gunfights. Líka það að Eneka bara hoppað úr Windows-móknum í garage og bara, nei, ég ætla að fæta þær. Mér er alveg svona. Er þetta einhver CS Mögulega. eitthvað sem við skiljum ekki? Nei, mér minnir að Eneka sé, hún hafi spilað eitthvað Valorant. Já, ok. En Að minn svo sem meira en nokkra stelpur í Þórarfjörliðinu sem eru aðalega CS spilar. En við erum með Ástkví sem er að taka henni í flank á móti 5 manna Ahold. það er sko spurning ef hún næra að gera eitthvað noise þá sjáum við ekkert rotate. Nei, hún verður bara að halda sig við hana. Hún má ekki hreyfa sig. En hún er ekki að fara að gera neitt noisean á sæfunum sko. Nei. Það eru að taka þetta mjög varlega. Aðeins að gæjastinn á sæt, labbar hann upp, er að fara að labba næstu í Eagle-eyed. tvær pikki hana, það er engin annar að halda með. Beilar. Labba bara í Það er nú bara fritt trade. Nei, bara fritt kill. Þetta er bara huge value. Já. Og þær eru bara að labba upp bara lengst í burtu. Það er ekki að fara að lenda í neinu í útilegina. Nei. Og Dart er ekki að fara að spotta neitt. Það er bara alveg fritt trade og núna þarf Þórarfi að reyna forvífæga að retaka. Og Áskvís er bara búinn að færa sig hann yfir á mitti og er bara að fara að hugsaðlega á höðrum á okkur rotate og á cage til að koma sér í burtu. Það rotate allir ekki að spawn. Það er kannski bara... Það er minnst fínt að halda sig saman hérna. Það eru með low buy. Og rusha bara alveg inn á sætt. Er það að fara að klíra Ásdís hérna? Nei. Það sýnst mér ekki. Og nær hún að frýtt 2 kills. Nær ekki að klára Aurora en skilur hann eftir í 30. Þetta er svo gott sem óvinnalegt langar mér að segja. Já, það er Nefnum þetta neitt. Áskrís klárar þarna með 4 kills. Mjög Ótrúlega sterk. rosalega hættulegt round fannst mér. Að labba inn í 5 manns þannig á A og samt ná bara 1 kill og bara bail out. Og ekkert refsa fyrir það. Engin tilbúin að refsa þessu. Nei. Reis var hana bak við hérna boxið og Jett upp á kössunum að til vinstri, en það er bara engin tilbúin. Já. At that point þá hefur það átt að bara hoppa og bara fara á hana. Já. Það er svo sem vissu kannski ekki að hún var alveg ein, en bara mjög flott round. En það eru nú komnar í A-push hérna á bónusránunum sínum. Eru samt með mjög gott buy þar sem það fóru 2 á pistol. Já, og með en á móti full buy þá. Á móti alveg full buy, já. En við erum með hérna... Engin hérna með skinn, alla nýjar. Já, við erum með Clove og... já, Natiella og Aurora. Og svo líka... Gekkoðin að komin inn á A-side. Þær eru eitthvað... ekki nógu Þannig er það að til í gera þetta. eins og þú segir að inserta aðeins. Já, yes! Þær eru bara farnar aftur. Búin að fá Gekkoðina niður og... Coachin var að kalla þetta. 100%. En Ásdís fór kannski aðeins að snemma í þetta post myndi ég segja og Sjú restaurana fyrir það. Eneka píkar þann og spottar 3 þannig á middinu. Það er ákveð bara að fara í C-pushina gegnum garage. Brjóta og hún bara vissi hvað trippum voru. Heyrir mér mikið í þessu þú nátt. Það er satt. Ég held líka bara Sara er uppálega með einhverja 400 tíma á Killjoy. Lappar hana inn í Fritz stönnið. Stönnið er ekki á henni, hún færi sig inn í það. Bara, hún vildi fá þetta kill. Ætlar kannski að komast upp í logsana til að halda einhverju off-anguli en er illa tæmingu þar. Og núna er þær 4 að fara í postmísum. Þetta er alveg með flott killin á Ímu. Þeir að reyna að fá value hann nær einum. Síun er öðrum en Sönni treytar. Sönni er einu eftir með spektar á móti 2 vandals. Það er svolítið erfitt. Gott. En það er samt, hún náði gott damage. Gott bónus á. Já. Plant. Mjög gott bónus. Stór skaði, seifa engan skjöld, 2 byssur. Já. Þetta var góð byrjun hjá hérna Venus, nema inserti fór kannski aðeins og snemma. Já. Þannig að það er vandi með insert. Þetta er rosalega mikið æfing sem þarf að koma inn og hérna... Líka píkið hann á middin frá Eniku. Fekk hana infoð á 3 sem að í rauninni voitaði inserti svolítið. Já, hún var samt dauð þú veist fyrir það. Þess að hún dó og svo píkaði. Já. En við sjáum hérna að skýrst aftur að taka einhvers konar A-space
Sáum þetta nákvæmlega saman fyrstu. Já, nær bara first bloodin á Nadiela. Gott ult inn í gegn, fær mjög gott info hvað reglur eru að spila. Enda er hún líka bara komin inn á A-side. Spotterinn á Aurora samt, veit ekkert Gekkoina. Sjúna mjög góðu pikkað hana á Áskrís. En þær eru komin hérna aftur í þriðja skiptið gegnum Garage. Og eru bara að taka C-sætið aftur. Einekart nær bara Sara sem reynar að pussa hana CT-ið en er punished fyrir það. Ná spækið niður, planta fyrir long. Aðeins gráðu hana með dartið. Smá frekar lélegt smók þannig í CT. Já. Smá gap í því. Það bjóst ekki við gapinu og Aurora nær emmu hann inn í Garage og nú er Sunny ein á sæt. Þannig eftir nær ekki alveg tengjurina. Ótrúlega gott flash, nær bara ekki að tengja í hausa. Það er gott damage samt á Killjoy og Jett en það er ekki alveg nóg. Mér sýnist þær vera alveg að ná sé en eru samt ekki ná að halda því. Það sé eiginlega bara frítt, liggur við. Það er bara að fara í gegnum Garage og Jessie bara beilar í burtu og gefur sætið. Já, það er líka enginn að spila þessu util í Garage. Nei. Þannig að það er kannski eitthvað sem að fara að breytast hjá Þór. En við sjáum líka Einiku hérna að fara í Garage og Clover að pinga eitthvað fyrir hana. Mér sýnist hún alltaf bara að fæta. Já. Ég er svo sem alveg til í að sjá það. Það er ekkert búin að gera það neitt hingað til, þannig að þetta er kannski ekki tilbúna fyrir þetta. En væri mjög slæmt ef hún deyri hérna á móti seifinu þeirra, gefið þeim byssu. Já, niður saman dash. Gefur þeim líka línu hérna á. Sjú píkarinn hann Þar á einu. Rúmastrákarnir er píkarinn bara út og nær bara frí að killa hann á móti Peru sem ætlar að dróna. Hún er ándjóks á 1 HP. Þetta er gríðarlega góð byrjun á rondunni á Þór. Ná einum, endriðir í 1 HP. Infoið á 2 í viðbót. Er vita í vísu ekki Emmu. Nei, hérna Ásdís segi ég, sem er bara búin að labba upp A. Það er munur að ná spæknum niður inn á A. Það vita ekkert Ásdísi. Ásdís er bara að fá ótrúlega gott lurk. Já, Nadiela er samt. Nær einum, en Jessie er komin með treytið bara strax. En Íma nær plantir hún einn á móti 4. Góð blendir hann, nær hún tekina. Nadiela klárar þetta með triple. Clean round hjá Þór. Já, bara eitt sem datt. En það var svo sem bara út af góðu lurki frá hana Ásdísi. Já. Við erum að sjá hérna Þór spila henni fyrst skipti. Þetta er bara mjög sannfærandi lið. Mjög sannfærandi lið. Þær eru að eiga mjög góðar umfyrir hérna og fá góð timings. Já, hérna er bara Sara byrja með timeout mjög snemma. Minnst þetta flott. Þetta er eitthvað sem ég ætlaði að tala síðast þegar kom timeout. Það kom allt of seint. Timeouts finnst mér eiga að vera að nýta til dæmis hérna. Það er unnu fyrstu 2 rándin og eru síðan búin að tapa næstu 3. Það að reyna aftur að koma með þetta tempo er rosalega mikilvægt. Ekki að gefa þeim fleiri rounds. Nei. Bara reyna, þær voru með tempo í byrjun, reyna eitthvað að halda utan það. Og við erum að fá að sjá. Og núna er örugglega coachin að gefa smá input þar sem Venus er með coach til staðar. Og það er þá... Þau eru að kaupa hérna. Það er kannski ástæði fyrir geymdu timeoutið. Tókum bara sparið, já, spilum bara til spar, gerum bara eitthvað. Já. Tókum síðan timeout fyrir næsta bæ. Eiga 2 ultin uppi, hvort þið ætla að gera eitthvað með þessu Sova-ulti? Já, svolítið lítið sem einhverja gert strax í attack round nema þá spila eitthvað svona postplant sem að mínum að þið væri örugglega sniðast ef þau myndi fara en sýnist að vilja senda Ásdísi Mörla bara hérna... Mittið, eða bara með þeim. Þær ætla bara að fara 5 saman. 5 saman A? Núna er samt Killjoy búin að færa sig yfir A. Hún var A líka síðustu fyrir. Já, ok, svo sem. Þannig að... Ollin er náttúrulega að hægja á þeim í short. Þú snýr til hægri til að skjóta alarmbótlana þá. Það er aldrei að skjóta þetta Molly. Nei. Mjög snett setup.
En gefa lítið frá sér, lítið sound. Ok, að landfólki... Náðu samt að spotta báðir. Það er svo sem Immar lappar svona hægt upp í sewers. Þannig kemur insertið. En Enika er bara búin að labba upp mittið. Hún er bara komið með allt spacið. Oh my god. Kemur Hún er svaklega góða stöðu, en Kemur drónin út window og það er... þær vita ekkert að Enika sé svona post-up. Sjáum til hvort hún sé með nóg mikið patience til þess að bíða eftir þeim. Eða hvort að hérna kemur Pera. Hérna kemur eitthvað að læna frá Peru. Þetta er... Ég væri shivering Mér er bara in að my geta í boots. bötana, sko. Ég væri Það er shivering. alltaf ríhitt aðeð og Enika bakkar. Já, sjáðu Ásdís, hún er búin að fá svo gott info á þessu inserti að hún er þetta ekki alveg 30 seconds left. komin stila på frekar enn á sæt. Kannski óviss Já, út af þessu molli. Jessie kom í Hversu mikið hún virkilega á. Jessie kom í svolítið hættulega stöðu, en Smá síkispray, já, en Enika spottir þennan á trippinu. Það eru með 14 sekundur eftir, nær samt plattinu. Spike planted. Enika! Új! Ok, Ok, bara, en ná spæknu niður samt. En já, núna er, núna er þetta crunch, stórhættulegt. Já. Þær eru svo hrættar Eniku. Hvað er hún að gera? Fá info dashi á long. til að komin inn á sæt, bara Sara, nei, Sunny, alveg staurblinduð. Og Íma samt með pikkið í Enemy remaining. Íma 1 og 2. Ekki, Kemur smókið hérna, en Player Íma standing. nær henni á Rora, nær hún. Natiela klárar þetta. Just trying to do my job. 3K á móti 3K, controlative. Kontrollandi. Nei, ég segi svona. Hérna, Það eru 4-2. Hérna, það voru að halda sínu tempóið. Já. Natiela, svakalega sterk og rosalega flott round hjá einu kanana. Pusha upp, hérna, grass, fá gríðlega gott info og svo bara ná geðveikt góðu, hérna, fáum að sjá hérna doppelkilli á Eniku aftur. svo búm, Hitt búm. fyrstu hausinn og bara committar í þetta. Þetta veit ég að er CS-spray. Að krátsa, krab okkar til vinstri og speiða. Þetta eru CS. Þetta er CS moment, en En rosalega flott hjá henni. kannski ætti maður að fara að gera þetta sjálfur, þetta greinilega virkar. Þetta greinlega virkar. En kannski reynir hún aftur að færa þetta push, en spurning hvort það Bara bara Sara komin að hnífa hérna. Hérna kemur blendið. Staur. Ok. Mátti ekki, Já, skiptir ekki máli, hún fær alla hnífa tilbaka Já. hana og fær byssu. svo þetta eftir spotturinn og Natiela, hún píkar. Hérna kemur allt út, en hún er Sóðalegt skot. En svakalega. þetta er óvinnanlegt últ hana. Nei, hefði átt að gema alltaf hana, en Kannski var hún ekki viss hver nálagt breachinn var. Vissi kannski ekki að breachinn var svona nálagt, þannig að svo sem Sunny hérna með rosalega gott stann hérna í CT og nær Sjú og Jessie og Rora er ein eftir í 1-4. Nær ekki alveg tengjuna á bara Sara. Og það er hún langerfiðast að hitta eitthvað sem er ekki að horfa þig. langerfiðast. Ég segja það sem Sáum það tvisa sinn í þessu randi. Bara Sara rétt svona því Eniku annars blessuð. Og þannig kemur Aurora í garage og bara Sara er ekkert að horfa á hana. Já. Og það bara tengir þrisvar í body hann eða eitthvað. Ég held að sé bara eitthvað með það, maður stressast ógeðslega mikið og maður bara, nei, það er að klára þetta kill áður en hún sé ekki lengur flassuð. Já. En bara Sara vinnur bæði þessi fight sem er ekki verið að fylgjast með. Já, það er bara, það er mikilvægast það. Það er mikilvægast það. Mér sýnist að vilja fara aftur inn í A. Spurning hvort það gera aftur insert-playið. Gera þetta sama Kate sem þið gerir upp á rándu. En eitthvað kom með, Hún hún er með að oppa. Er spottinn af Destinum, er mjög hættulega stöðu og deyr af hérna Það er rosalega vond að vera aftursökk. komið svona djúft og ekki búin að Og með aktivera dash. dashi. Hún með dash. Hún hefði svo sem getað byrjað dashi strax en Já, en þú veist, bara leið og hún sá allana, sá þeir voru að koma hana og Já. bara kveikja á dashinu. Aurora var með 2, Þú tekur bara fætið þegar dashið er að renna út þá. nákvæmlega. En En Spike planted. Sara er lág og þetta er alveg mjög winnable round fyrir Þór. já, Jessie kom inn hérna upp Heaven. Það er einina Hell og svo við erum með Íma hérna að horfa á Heaven, veit af Jessie. Smókuð út, þá er þetta bara 2-2. Já, Einn hell, Þú ert að- einn graffiti með crossfire-ana. rosalega hættilega staða. Það er að píka hérna nær killinu á Natiela. Snýr sig við 180 og nær Ásdísi. Þá er Ímena eftir í 1-2. Nær einum er það controller. Þetta er annað round. Nei! Natiela! Hver er þessi manneskja? Hver er þessi mannskja? Hvað? Sæna henni í dímon.
Þetta er annað skiptið, þetta var annað rándið þar sem hún er ein á móti Omen. Hvað er þetta? Þetta er crazy. Oh my god. Þetta Þetta var smá netti. Þetta var smá netti. En þetta hlýtur að vera mjög vont fyrir Venus. Alveg svakalega. Það var komnar með svo góða pósu en eitthvað en að Ásdís ekki tengurna á Natíu þannig að hún náði bara 180. Ásdís samt að spila ótrúlega vel, er 8-6, er efst hjá Venus. Já. Það skulum ekkert vera Nei, láta alls þess að ekki. Venus, nei, Ásdís eigi einhvern off-leik hérna. Þetta var bara ótrúlega mikið óefni hjá henni og ótrúlega flott hjá Nutella. Já. En það eru 3 inn á aðinu. 4 ár. Já, 3 ár inn á, já. Já, Já. það er rétt. Sjáum bara últi hérna að koma strax, klíra graffiti, en kemur Næst, ekkert með einhverju. því. Ásdís með últ, sjá þær eru 3 ára þarna. Já, náður rosalega góða lurkiliðana á B-inu. Fær info að Jassi, veit að þær eru 3 ára á A, ein link. Þetta Íma, er fritt plan. Ok. Jessi með bóltakili en hoppar síðan út og Flott fragg, aðeins að ofitna hana. aðeins. Kannski bara bakka út, þú er búinn að gera þetta 4v4. Þú getur bara með, þetta er liðunni núna, er komið últ, getur rítækað með últinu þínu. Það eru núna, Nati, Þessi Ella. manneski er ofklín. Þessi manneski er ofklín. Hún náði næst í öðrum. Ok, núna er það Aurora og hérna einega eftir í 2-2. Ímar einan á stætt meðan Pera, Pera Ok, flott skot. svingar bara í gegnum smákið, Þetta bara er mjög flott. Þetta er bara annað 1v1, en það er ótrúlega lill tíma eftir. Bara spreyja spækinn smá og Það er engin tíma eftir. þetta er bara búið ránd. Pera klárar þennan Virkilega með hjá Peru. clutch. Ég held ég að við kalla hana Peru nokkur sinnum. Ég vissi ekki að hann væri búinn að rebranda. Hún er búin að rebranda. The crazy rebrand. Pera. Nei já, það er hérna, Peru nokko, you will be missed. þetta er líka bara Sara. Hún hét náttúrulega Sahara. Já, ég sagði það líka á þann. Já. Hún hét Sahara í mjög langan tíma. Og Jassi var Jassi Cakes. Jessie Það er greinilega Cakes. allir bara stytta nöfni sín. Já. Það er svo sem ég líka, ég hét alltaf Mystery. Nei, ég hét alltaf Valkyrie Mist. Með uslanni í stað fyrir Mystery Mist. Ah, En við sjáum hérna aftur að við erum ekki farið við nöfni mín. Nei. Bara En bang síma núna. það eru að fara miklu hægra þessu. Eru ekkert að gefa, það er ekkert Það er enginn um að. enginn á það. Er þetta einhvers konar Ætlaður séu að bara spila Killjoy retake. hlýtur að vera? Þetta sé bara, Menn það er svo bara- flott. Þegar þið segið Killjoy retake, þá þýðir það Killjoy retake. Ekki einspilan og sæt og deyja bara randomly. ég bara, þú veist, við ætlum að Killjoy retake A, ekki 3 að Killjoy retake A. Já, nákvæmlega. Ég lendi, What? Spike planted. Ok. ekki hleypa þessari manneski á byssu sem að getur hitt skotum. Nei, Það bara og skiptir hún ekki er máli hvað komin byssa með byssuna. Ef við sjáum sama, hérna, crossfire-ina, Já, þær eru samt 4 að CT. Sannias Og er að reyna þær að eru dreða bara þetta að eins fara að mikið lenda hann í, þær eru Hérna, bara að komin í lenda í flankinu. þessu Killjoy-ulti. Nei, það er ekki alveg byssuna, vildi fá þessa byssu. Vildi á byssuna og vildi líka bara fá hérna timing á sætið með Killjoy-ultinu en gefur þar að leiða til söru timing. Og bara, Sara! Hún er hérna, það er lítill tími eftir nær killinu. Last player. Þetta var ace. Þetta var ace og Þetta þetta var vinnur rándið. Sara! Vá! Þetta var rosalega flott í henni. Hún var líka committed bara fá Bara- skilur af þessar bombu. Já, og ég líka fíla það bara Killjoy bara, herru, þetta er halfað, ég ætla bara að stekja þetta, mér er drull sama. Já. Síðan nær reynda treytinu með Classic. Já, Reyndar var þetta rosalega reglulega gott retake hjá Já. hérna Þór FM miðað við það að þær voru á lóbæi. En það er kannski það að Sara fekk þetta insane timing á Killjoy-ultinu á einingu. já, Rétt svo nærinni, hún er bara leið á meðan eining er að detta niður, er hún sísuð. Placing swarm grenade. Þannig að alveg svaklega timing. Og Valorant er allt timings. það er sem við sem er svo gaman að sjá svona liðið svo Þór taka öll þessi timings. Lið sem við höfum ekki séð spila, lið sem hefur kannski bara ekki spilað mikið yfir höfuð þennan leik. Þá er gaman að sjá þær spila svona vel. Já. Þeir eru hérna close left og right á þessu sóadarti. Komum við að B-take, þær eru Eru samt vinstri.
2 á Sjelling og 3 að koma A. Það enginn í flankinu sem mjög gott fyrir Venus. En þær eru núna að planta. Bara saman komin á Shield og nær Nadiella, en Eneka með treytið. Eneka nær Sunny líka. Jessie komin bara inn á site. Eneka með 3. Pera bara einin á móti 4, ég held að sé rosalega. Ó! Pera! Þú segir það, en það eru Eneka lág. Hún komin uppi. One enemy remaining. Nei! Nú kemur Gekko alltaf í gegn og Hún hittir hún Gekko. misti! Pera með 5 HP, það ekki alveg tengjur með sótarstið, samt... Pera! What? Hvað þessar umferðir? Pera aftur með klatsið, oh my god! Það bara hver einasta manneski í þessu leik. Guardian Demon! Oh my god! Ég trú ekki að það hafi gerst. Hún þarf að sæna hjá Guardian-grílanum. Ándjóks. Þetta var klikka round hjá Peru. Hún var svo tilbúin fyrir það að Eneka hafi hoppað upp á B-sætið og eitthvað veginn dodjaði ógeðslega mikið læti í þessu uppdrætti. og reyndar það, já. Það er kannski Siu veit ekki að hún getur poppað Gekko-ultið í loftinu. Það þarf ekki að lenda til að poppa. Það er satt. En Þetta eitthvað sem ekki allir vita. Nei. Sérstaklega ekki fun kannski sér fact óreyndur. for the day. Veigar. En insane. Það spurning bara hvernig hún spilar þetta round eftir þetta. Ég væri shaking. Eftir þessi hetju umferður hjá Nutellu þá þurftu þær þetta. Já. Speaking of Nadiella, hún komin í svolítið hættulega stöðuna á A-inu. Ekki með ulti eða neitt svoleiðis. En ekki verið Þetta er von. brýt svolítið. Munaðar klíra hana. Já, bara svona klára hann og fær vandala í stand fyrir Guardian. Það er eiga reysult samt fyrir retake. Já. Nú vil ég sjá þetta reysult koma út. Hérna eru aftur að spila crossfireið, 1 graffiti og 1 hell. Okay, það er gott aftershock. Telja þetta. Og stönnið. Líkar hún hérna? Nei, hún heldur sig við crossfireið. Mér langar. Last player standing. Vá hvað það var clean. Vá, þetta var gott crossfire. Það var smá tripp í hvernig hann fór svona út úr kameranu. Já. Ég var smá að byrja, erum fljóti? En þannig að það sem leiðir þetta að sjá Aurora ekki fara inn fyrst með ultíinu. Já, það Bara annarkvort Satchelin þurfi ekki eins og vera clean. Farðu bara eitthvað upp í loftið. Bara eitthvað þar sem enginn er að horfa. nákvæmlega. En getum við talað hvað það var flott turnaround hjá Venus? Já. Þær voru, hvað voru þær? 2-4 og svo núna búin að turna það í kringum í 5-7. Já. Mjög flott. Þetta er það sem ég er að tala um, tempo. Það er svo brjálæðislega mikilvægt í þessum leik. En þetta defensive comp sem að Þóri með er ekki sterkt. Í attack. Nei, ég er að segja að það er ekki sterkt í defense. Í defense. Nei. Þannig þessar 5 umferðir sem þær fengu, þær eru bara góðar, sko. Já, þær eru með miklu betri attack-helming, sérstaklega það sem þær eru með double duelist, Clove sem er líka mjög aggressive controller Já, og Gekko, náttúrulega. Gekko sem gefið með hann auka mann á planti og eitthvað. Já, Ég reyndar held ég hef ekki séð neitt Gekko diffuse. nei, En wingman diffuse segi ég. reyndar, þú segir það. En það er hérna, Það er bara hlaupin. það er bara hlaupin. Sönn með 2 Sönn með- afturshockinu. What? 3? Enemy remaining. Bara svona klárið hann Nadiella með Sheriff, en Aurora er 1 eftir á móti 4. Var smá hrætt að entrið hana, Já, ekki alveg tilbúin í það, en er núna að læðast hérna upp longið, en Sunny klárar þarna með Quadra. Mér langar að sjá, hvað gerðist með þetta aftershock? Var þetta Jen, eða var þetta short, eða var þetta var, þetta á lunginu? hún stönnaði í gegnum generatorinn inn á entryði long. Ég Ég skil hugsa bara að það getur vel verið að leikmenn bara þekki ekki soundcueið á þessu og bara lappa inn í afturshocki. Það er kannski einhver Nei, það er warning á því. Ég held að Já, það sé bara en þú lappar inn í warningu og það poppar þig bara instantly. Þú svo veist, sem. ef að það er komið upp þegar þú lappar inn í það, þá færði einhvern tíma til að lappa aftur út í því. Þú kannski registerar ekki strax. Og þetta er það sem ég er að tala um, öll þessi warning inn í leiknum, þú veist ekkert hvað er því það. Þú veist ekkert hver munur. Það eru samt búin að vera mjög duglegar að æfa, skildist mér. Já, Eftir að heyrður þessa deild þá fóru þær úr CS og bara byrjaði að æfa Valorant
En líka ASAP. samt, Að þær sem, þar að segja, voru ekki með mikið bakgrunn í Valorant. þær eru líka samt í lægri röggum Já. og þú veist, þær eru í svipuðum röggum og ég Spike og planted. kannski aðeins niðar sumar og þú sérð ekkert mikið að góðum breach það. Nei, það er mjög One satt. enemy remaining. En við erum með bara reglulega cleaner roundina, Inneka er ein eftir á lurkunu, en sýnist, Frekar venjulegur bónus Já. hérna. vita alveg hvað hún er og Ásdís nær hana. Spurning hvort að hún hefði þetta bara lefa hana að lifa. Spike niður hjá Þór. Já. Frekar eðlilegur bónus bara í alla staði. Kannski voðalega lítill skaði sem kom frá Þór en bara snirtilegt ránd og þær fara inn í góðan bónus hérna. Já. Það er mitt hérna, Þetta er annað pistolrótið This goes sem að here. hérna Venus vinnur. Það vinnur bæði pistolrótin í þessu það er leik. satt mjög sterk á pistolroundunum. Spurning bara hvað það gera hérna á bónus. Það eru með Cypher alveg sett upp hérna á A-inu og mjög heavy C og B hold. Það sem sýnist að Þór vilja mögulega reyna eitthvað við B-ina. Stórhættulegt á móti litlum byssum. Stóra hættulegt, með stóra byssur á móti litlu byssum og ert að fara í mest close range sætið í leiknum. Ég held að sé samt kannski, þær eru að reyna að sjá hvort að það sé eitthvað með hérna mögulega að fara að píka B-ið, Já, skiljalega, fá bara mjög frítt pikk þá mögulega með Vandal, en þær eru kannski bara að fara íma með hennar frítt killinu uppi og nær bara góða killinu á Nadiela. klófin er hættri hérna, Jettin er bara lapp upp shortið á A-inu. Já, Spottið að hérna Cypher-kaminu líka. Sunny nær hennar killinu á Jessie. Smá shaky fight hérna í Skaraz. Já, en En þetta er að snúast í frekar gott bónusránd hjá 30 seconds left. svolítið erfitt fyrir hérna Emma upp á Þór að kassanum vinna þarna. þetta. Nei, hún leit út eins og hún var upp á kassanum í Garazana frá sjónarhorninu. Já. En mér sýnist að vilja fara bara inn á sér. Við erum með Barasara einina með Marshall. Gerir gott damage á Auroru en ég er samt spottið á neitinu. Þessir í burtu. Það er bombiðina af miklu utili. Hún er ennþá lifandi, ok. En Spike Sjú Hún er planted. klárar hana. lifandi mjög lengi hérna. Allt í einu er þetta orðið að 3v3 nema það að Sjú og Aurora eru 1 HP leika við og Ásdís er við Sjú og Aurora og klára það á einingu. Það er Það er komið að alltaf vont. 5-10 fyrir Venus. alltaf vont að tapa móti bónus. Alltaf vont. Sérstaklega þegar þú ert undir. Já, það, Þetta á að vera rándið sem er tildugulega frítt fyrir þig já, af einhverju leiti. ég held að þetta sé samt. Þetta var svolítið óskipulagt. Þetta var svolítið óskipilagt líka Lappaði það ein inn á B, sem er smá, bara brýtur allar reglur sem átt að gera. sjáum hérna Time to Detonate, þjálfarann hjá Þór. Já. Ég veit reyndar ekki hver það er. Ég hef aldrei hitt hann náður, Nei, ekki heldur. en Ég veit, hann hefur eitthvað að segja. Já. Eitthvað ósáttur með þessum ferð. já, skiljalega, ég væri Já. mjög ásatt líka með þessu umferð að tapa bónus þannig með klófarinn entry að B-ið og hérna bara allt eitthvað veginn út allt á bónusrándi. Bónusránd er rándi sem þú þarft að vinna. Annars tapar þú svo mikið mental, tapar svo mikið tempo. Ég Já. er að segja tempo mikið, þetta er bara svo mikilvægt atriði. Þetta er tempolegur. Þetta er tempoleikur og finnst mér sérstaklega á mapp eins og Haven. Þannig að hafa góð til dæmis bara fyrstu 3 rándin í leiknum á hverju einu mappi hafa bara reglulega gott setup á hvað þú átt að gera. Að því, einmitt, fyrstu rándið hafa bara eitthvað til þess að gera. Hvað sem það er einfalt eða flókið. Já. En sjáum við tæmandi búið og spurning bara hvað hérna Þór F. ætlaði að gera í þessu sigurandi hjá þeim. Bara þess að hafa komin í oppan Þetta er að samu sá frá Eneku í sömu umferð, Sömu sama stað. sama stað nema ég held að hún Eneku pussaði aðeins svo djúft. já, Aktivitaði ekki flassið sitt sem var svolítið vond.
Það er samt spurning hvort það sé einhvern veginn of tight angle, en nei. Kannski hún bara með inhuman reaction time hérna. Já. Það hoppar eitthvað framjá og hann bara ekki break. Já, þannig tight angle ekki alveg virka. En það sé svo sem sniðut að poppa secondary. Já. Næri samt ekki tengingu á inningu, þótt hún var spottið tvísvar. En hún komin hell og mögulega með góða pósina. Samt ekki með dash, þannig þetta smá erfið staða sem hún í. Það bara pósina sætt, Sunny alveg backside. Full on Staurblindar, bæði af Omen og Bridgestone. Bara full on battle inn á hennu. Það kom Bridgestone, það kom Omen blind, alveg svakalega flott util hérna frá Venus sem gerði verkum að það bara, þær voru ekki leiðar að koma fram hjá hérna default á aðinu. Nei. Mjög flott util. Smá shaky í byrjun, en við leiðum því sleppa. Svo oppan að fara aftur á það. Ég held að Sara sé enda á oppanum. Já. Þannig að það kannski meira value úr honum núna. Og við erum komið með aðeins meiri default sýnist mér, en samt svolítið heavy sjó mid-strattina. Það kannski fínt að fá infóið á það hvar oppin að spila svona snemma. En Eneka líka komin að oppa. Já, það bold. Mér finnst oppin í að taka á Haven. Ekki. If it works, it works. Við sjáum bara hvort að hún fær eitthvað góða killina. Já. Fá eitthvað smá info að það sé, að minnst kannski einmanniskeiðina í garage. Það svona búin að fá það info í þessu leik að, ok, Nadiella með gott trade. En Ívan með trade á móti næra öllum minna í garage. Hún með spike niður, það rosalega gott info. Við erum náttúrulega með hérna Siu ein eftir á Siu long og svo Eneka sem með Vappa sem rosalega erfið staða. En hún ætlar að koma að halda longana með Vappanum. Þetta Vappi á móti Vappi. Sara búin að positiona sig fyrst. Ég held að það sé svolítið erfitt fyrir hana að píka á það. Já. En það líka, við erum búin að sjá það frá Venus að það ekkert að gefa mjög mikið að fight snemma nefnir þessi Vappi. Þannig það spurning sko hvort þessi operator í attack ég fara að skila miklu. Alls ekki. Alls ekki. Ég held að það sé... Ekki á móti lið eins og Venus. Nei, ég held að sé eitthvað skonar comfort buy leikur við að kaupa oppa á attack en eins og þú sagðir, ef liðið ekki að taka fights, af hverju myndir þú kaupa þér Vappa sem byggir á það þú þarft að fá eitthvað svona free fights? Já, og þessi oppin, hún kannski Vapp spilar hérna VIP í hérna í CS gæti verið, þekki það ekki. Já. En ég veit að hérna Vappin spilast betur að taka heldur en oppin. Já. Það kannski eitthvað sem að við ekki alveg búin að læra inn á. Það satt, en bara Sara komið með gott hérna hold á shortinu. Ekki mögulega dræf píkar þetta, en ekki alveg tenginguna. Góð ákvörðun á Whiteswing en Já. Píkit ekki tætt. Og Pera! Pera rétt skinny. Og það spurning hvort það clear þetta núna eftir mollina. Já. Já. Hún clear þetta. Var ekki alveg að treysta mollinu sinni. Reytan að koma backside. Nær fínu damage-ina á Siu. Ásdís með ótrúlega gott flank. Nær einum og Emma ein eftir henni í 2-1. Þetta ég held ekki. Sendir hann að wingman í sjálfan sig. Ok. It happens. Bara segja hún þurfa hann ekki. Vinnur þetta round bara annars. Það gekk ult hérna, þetta gekk ult. Nær ultinu, en Nadiella tilbúin að píka því. Já. Mjög gott postplantana. Nota ultið bara, þarft ekki að hitta það, ég færði infóið svo þarft af því hvort Já, hérna coachinn hjá Venus að kóla. Og fyrir þá sem vita ekki þá já, ég væri til að vita hver þessi coach hjá Þór F.A. Út af því Demon Axel var séu verið Open Flocks síðast þegar var keppt. IGL-in líka. Þannig að þetta gríðarlega góður einstaklingur til að hafa sem
þjálfara. Alveg svakalega. Þannig að spurning hvaða place hann er að kenna þeim. Af því að ég er svona... Við komum hérna með lokatölu fyrir Þór Venus, þetta er ekki alveg rétt. Nei. Þetta er ekki alveg hvers þetta er. Lokatölur, ekki alveg strax. Mjög ólíklegt að þessi leikur fari svona, þar sem að Venus er Nei. komið 11 umferðir. En við erum komin aftur með dagskrána. En á minnskosti, það er mitt, þegar ég var að tala um inserts, það er eitthvað sem uppáflega Axel kendi mér þegar ég var IGL heifin. Axel kendi mér líka mjög mikið. Já, þannig við þekkjum alveg IGL playstylean, á minnskosti. Þannig að ég gæti alveg sagt að ég þekki playstyle hjá Venus frekar en hjá Þór FA. En þá er mitt spurning. Þetta er mjög gott call, myndi ég segja, timeout út af því það er á matchpoint. Bara klára það. Hvað geta það gert? Sýnist að vilja taka hérna A-space, kom með smoke sem er svona mikið gap, en nær svona góða kill hérna á Aurora. Við erum að sjá hérna, það er að spila allt öðruvísu rándi, þannig að það er greinilegt að Axel hefur callað eitthvað. Alveg 100%. Bara Axel hefur bara Pushið lang, smokið main. Eldað eitthvað hérna sem að vinnur einu umferð, það þarf ekki að vinna meira. Nei, en þær eru einmitt, þetta var mjög hættulegt ránd. Þær voru með 4 ult, Raiz er dottin út og var uppalega með ult. Clove, Jett og Killjoy með ult. Killjoy ultið mjög hættulegt. Við erum ekki múin að sjá neitt Raiz ult í þessu leik. Nei, það er satt. Ég held að þetta sé meira kannski eins og þarna. Það var meira svona unfortunate timing ef eitthvað, en... Það voru samt alveg ránda sem að hefði nýst vel, sko. Já. Þannig að... Bara svo að koma með... Það er kannski eitthvað sem að Þór þarf að vinna í. Hún kom með gríðlega góð stöðina, næna þjalla og... Rétt, hún er ekki tunguna, en... Tella með ult, þetta var mjög unfortunate pick. Já, það er hlaupa bara í burtu ákvað að fara í retake hérna með breach-rónslinu, gerir ég ráð fyrir. Já. Þar sem náttúrulega deyr hérna... Þar sem hún er ekki kill eða assist á móti. Þetta er ótrúlega gott Killjoy ult hérna. Já, stólar það í smá stund. Mjög djúpt. Kannski hefði getað komið nokkur sekúndur sena Ásdís hérna með annar lurk. Það er þessi bæði Killjoy utilin er á side. Það er ekki að halda neinu flanki. Með rosalega gott timingina á tveimur. Þá er einega bara ein eftir í hell. Og þá er Venus búinn að klára það. 6-13. Af hverju var skorbordi bara búið að predikta það? Það er þetta grillað. Það er þetta öfugt. Já, það er svo líka 6-13. Það er þetta svolítið fyndið. En það kastar skors. En þetta var svona góður leikur. Þetta var góður leikur, já. Eitt liðið, mikið reyndara og það sást. Mikið reyndara, aðeins herri ranks. Samt ótrúlega vel spilað hérna hjá Þór. Sunny bara í topp 22-12. Tella fáralega leik. Þessi, oh my god, öll þessi clutches, getum við talað það? Bara hvað gerðist líka frá bæði á Nadiala og frá Peru? Já. What? Og þú veist, við skulum þetta ekki taka það af Sunny hversu ógeðslega consistent player hún var í þessi leik. Já, alveg svaklega. Hún var ekki eiga flashy clutch og Nutella og Pera. Nei, Utili var þarna. Utili var alveg að koma í gegn á stöðum þar sem það var svo oft sem að leikmaður var bara staurblindur eða alveg turbo stönnaður bara eitthvað staðar og samt með 22 kill. Það er ekkert auðvelt að killa á Brit. Nei, alls ekki. En einmitt, ég er ánægð að sjá Sunny vera komin aftur í hérna svona toppfrag positiona því hún var eina af sterkara playerunum hjá Kröplu og er alveg sína að hún er ekki rassi lengur. Hún er bara mætt aftur sterk og fersk. Já. En hérna, já, þetta var bara mjög skemmtilega leikur. Já, kom mér mjög mikið óvart. Mér hlakka til að sjá Þór þróast í gennum þetta mót. Já. Ég held að þetta lið getur orðið ótrúlega sterkt. Því þú sérð alveg að þær kunna að skjóta. Þær kunna að skjóta. Vel að síðast, þær kunna alveg að skjóta. Nú þurfa þær bara aðeins að fínpúsa utilið sitt. Já. Það var stundum svolítið offana. Já. Svo voru þær... Seint, kom ekki neitt. Já. Positions voru skrítin. Og þau þurfa svolítið að venjast því að þú ert með ról í Valorant. Þetta er ekki nákvæmlega svo CS. Þú kemst ekki upp með því að skipta ról í miðjum leik. Nei. Og ekki vera einmanneskja að lurka og hinn ekki. Þetta er einmitt
ákveðin playstyle sem þú þarft að committa Já. til. En þær einmitt voru alveg að ádeyma einhverja stelpur að hluta til og Mhm. bara einmitt. Og svo Lilith var náttúrulega ekki að keppa og þar sem hún með örugglega mestu reynsluna í kringum hvernig á að spila möppin og hvernig á í rauninni að IGL-a, þá held ég að þetta verður allt öðruvísi að sjá þegar hún komin í line-upið. En við ætlum að taka stutt auglýsingarhlé, Svo bara einn leikur eftir. lokaleikur kvöldsins. Lokaleikur. Clutch, Á myndi Guardian Grillurnar. Það verður skemmt. sjáumst. Velkomin aftur, Míludeildina, fyrsta streymi, Já. Síðasti leikurinn. lokaleikur kvöldsins. Við erum að fara inn í Clutch Guardian Grillurnar, Já. leikur sem við erum óvissust með, núverandi kvennadeildameistarar og lið sem við höfum aldrei séð áður. Og Clutch örugglega eitt sterkasta lið í þessari deild. Ótrúlega sterkt lið. Ótrúlega sterkt lið. Þú spilaðir sjálf á móti þeim í síðustu úrslitum. Já. Og þú veist nákvæmlega hvernig það er. Já, og svo líka eina af spilurum sem var með mér í liði núna komin í Clutch. Hún Bat. Ótrúlega sterkur leikmaður. Ótrúlega sterk leikmaður. Þannig að það verður skemmtilegt að sjá hérna hvernig það er að spila. Þær eru mjög mikið í ströttum, Já. mjög mikið í hvernig á að spila mappið. Bat er líka komin svona í IGL. Ekki Ok. smá playstyle hennar, þannig að það verður skemmtilegt að fylgjast með því. Ok. Guardian Grillurnar, samt sem aður, eru spilarar sem við höfum aldrei séð keppa áður. Nei, einn player. Já, þú hefur séð, ég veit. Katsin hefur keppt einu sinni. Í Já. liðinu Girls. Með Peru og bara Söru í liði. Já, alveg rétt, jú, ok, þá veit ég hvað þetta er. En það verður mjög skemmtilegt. Ég er spennt að vita hvaða mapp þær munu spila, þar sem ég veit að að minnst að segja síðasta tímabilinu, þá var Clutch lang sterkastar á Haven, nei ekki Haven, Ascent. Það er skemmtilegt að segja frá því. Við erum að fara í Ascent. Oh my god, Sem að er mjög oh my god. gott fyrir þær því það er mappið þeirra. Og Já. kannski svona þægilegt mapp líka að spila sem er kannski ástæðan fyrir að Guardian Grillurnar banna það ekki. Já, þetta var eina af þessum möppum. Þekki ekki inn á Já. hérna hvernig Clutch spila Mhm. og þar að leiðandi gefa þeim sterkasta mappið þeirra. Já, Og Yep. við erum að fara að sjá þær spila hérna og það fer eftir í hvernig þetta fer hvort að við munum sjá þær aftur á hérna Ascent yfir höfuð í Best of Ones. já, Bæði lið fá að banna 3 möpp, þú fær 3 sjans til að banna 3 bestu möppin hjá hinliðinu.
Þannig og það einmitt það rosalega mikið óhefni. Enda samt Ascent mjög klassískt map. Já, það svona, þú veist, þetta comfort pick fyrir mér marga. Já. Til dæmis mig. Já. Ef ég veit ekki hvað mér langar að spila, þá ég bara svona, Ascent hljóma bara vel. Já, það samt sem ég man þegar við vorum að ræða einmitt, þegar ég var að keppa í Valkyrum, þá vorum við að ræða hvaða mapp við ættum að banna móti Clutch. Og fyrst var það bara eitthvað, við bannum Bind eða eitthvað. En svo horfði ég á stream, þar sem þær voru að spila Ascent á móti, mér langar að segja Broflex. Og ég bara, út með Ascent. Ég ekki að fara að keppa á móti þessu. Hell no. Þær voru með strats á middinu, þær voru með strats á A-inu, þær voru með strats á B-inu, þær voru með bara retake simulator og bara þetta var klikkað hversu vel þjálfaðar þær eru á Ascent. Það er líka svo mikið hugaleik fyrir mig að spila á móti vel þjálfuðu liði. En ég held að liðin séu tilbúin, þannig að við ætlum bara að fara að vinda okkur í leik sem fyrst. Ég spennt að sjá nöfnin. Já. Ég bara... Allir að breyta nöfn? Allir að breyta nöfninu sín. Nei, nákvæmlega. Not a woman. Not a woman. Minnie Gvarboy, Tota Disa, Garden Gnome og Glenn Coco. Svo erum við í, það sem sagt Garden Grillunar. Í Clutch-liðinu þá erum við Waffly, Lullified, Delulu, Bat og Kate. Lullified minni mig hún keppti líka í fyrra en hún með nýtt nafn. Það var sem sagt Jenny, já. Jenny. Það passar. Já. En við erum hérna að sjá Glenn Coco, Garden Gnome, Tota Disa, Minnie Gvarboy, Not a Woman. Ok. Ég þekki ekki neitt að ég verð að benda á eitt. Að því ég þekki Bat, smávegis, og hvernig hún spilar. Þetta rosalega mikið teamkomp sem hún myndi IGL-a fyrir og kalla út. Þetta ekki upprunalega teamkompið hjá Clutch. Nei, ég veit það. Þetta eitthvað breytt hjá þeim. Það sko, fyrir það sem vita ekki, þá standard Ascent mappið. Það náttúrulega Sova, KO, Omen, Killjoy, Jet. Bara agent comp sem við erum búin að sjá endalaust í ProPlay, bara alltaf. Þetta bara besta kompið í rauninni. En það líka orðið til þess að það ef þú fylgist mikið með ProPlay, þá ekki gaman að horfa á það lengur. Nei. Sérstaklega ekki það bæði list. En það mynd mappi sem þær spiluðu síðast þegar þeir kepptu. Það kompið þeirra. Já. En þannig ég rosalega spennt að sjá að því ég og Bat vorum alltaf mjög hrifin af rosalega skrítin teamkomps. Þannig ég mjög glöð að sjá það að hún sé ennþá að fylgja því. Viper Mirrormans á Ascent. Það ekki oft. Það fyndið. Við erum að sjá Garden Grilluna á Viper sem solo controller sem rosalega erfitt að spila á solo á þessu mappi. Góðu veggur hann á middinu. Veggur. Þetta lurkverkur fyrir middið. Hvað verður market og Smice a Cat þær fara í. Það engin Viper veggur frá Guardian grillunum komið upp, hvort hann verði notaður í retake. Já. En það verður erfitt að retake ef að Viper að spila side. Hún einan eftir á A-inu og svolítið erfið að pósi. Waffly komin með entry en Minnie Gvarboy með rosalega gott pick á hana. Vatn ekki alveg tengjur á Not a Woman. Þetta svolítið fyndið nafn. Já. Það Katsin. Þetta Katsin. Þannig að, já. En Minnie Gvarboy með 2 Not a Woman alveg bara klínaði sem Sheriff. Bat komin með tæmingið hann í heaven, sjá hann ekki. Og það Delulu og Bat klárar það á móti Glenn Coco Not a Woman. Mjög flott pistol round. Mjög flott pistol round. Smá shaky líka við það sem það var það var 1 og 1 pick sem þannig var kannski smá shaky. Já. Myndi ég segja, aim-wise, en alveg sem mjög flott lurk þannig upp heaven eftir að takið 3.
frá Bat, en það spyrir bara hvað þeir gera hérna með bærandið á Já, round nummer 2. Sýnist þær vilja ekki fara í full bæ, þannig að það eru... nei, þær muni eiga þá góðan pening. Not a Woman bara búin að íta út hérna aðeins. Spottar hérna Bat, þær eru... Bara Sheriff á móti Sheriff. Já. Nær dingunu! Flott skot. Beilar í burtu. Næri ekki body shot. Þær eru báðar one með body shot. Það er spurning sko hvort að Bat bakki hann að fái Sky Healið. Mér finnst það líklegt, ég sýnist hann alltaf að gera það. Þær eru komnar upp middið samt. Þær eiga, grílunar eiga allt svæðið á mappinu. Já. Fá rosalega mikið info, þær bara vita að þær séu að fara að. Þær vita af öllum að megin. Eða hugsanlega getur eitthvað verið hérna attacker spawn. Þær fóru aldrei það djúpt. Waffle komin í entry og þær eru allar komnar inn á side. Hérna kemur Gekko Wingman og stannar engan. Gott damage á Mini Guarbo í Heaven. Allar 5 inn á side, fellur enginn í teikinu nema Viper. Já, Klessbenn nær, góðu killið hana á Totodisa í One enemy remaining. 3. Klart með 3, Waffle segi ég. Mikið var bara nær samt Battin í 3, en er 1 HP, þannig Lilliflight klárar hana. Gott flassana til að tryggja síðasta fraggið. Og nú sjáum Það var bara bónusround. Bat á næstu í 6k. Hún bara full bæjar hérna. Já, þær eru einmitt með mjög gott bæ, þannig þetta er reglulega winnable round. Það er náttúrulega Spectre að Nasimir og þarf að passa sig hvað maður er að spila. En þetta er líka mjög mikilvægt round fyrir grílunar. Já. Því að set er ekkert ef ekki defender setir. Nákvæmlega. Þannig að hérna við þurfum að sjá gott round hérna frá grílunum. Þær eru komin hérna bara 4 í catwalk. Ætla að fara inn á short treeið meðan Bat Viper er bara einina að halda bæði rotations og bara fara leit inn á. Totodisa veit samt alveg hvað er í gangi og reynir að spraya. Næri einhver skada, þetta Molly gæti náð. Fer ekki í hotnið. En Lilliflight nær Gardengróm sem er reynið að fenda sætt. Totodisa nær samt til Lulu sem ætlar að reyna að fæta hann á catwalk. Við sjáum Spike fara hérna niður í 4v4. Spike planted. Not a Woman með pick, Klotz Lilliflight tradar instantly. Þetta er 3v3 en hérna Totodisa er 21 HP þannig að það er svolítið hættulegt. Wingman er hann inn til að klíra main, fá infoið á player þar. Totodisa nær Waffle. Kitty svolítið góð stöðu, klíra hana ekki og... Lilliflight með Kate með 2. Já. Mjög shaky rítekana, það eru óvissar infoið, það er líka ekki með mikið info í liðinu, kompinu sínu yfir höfuð. Ástæðan fyrir að Sóvan er svona ótrúlega sterkur á þessu mappi. Þær eru með info, en þetta er öðruvísi info. Já, þær eru með... Info sem gefur ekki mikið á þessu mappi. Nei, nákvæmlega. Þær eru náttúrulega með Skyflashið og Gekko Blind og Killjoy Turret og svoleiðis til þess að gefa ykkur svona info en einmitt Sova gefur svakalega. En þá einmitt horfa á Klotz teamkampið. Þetta er... Það er sama vandamál þar. Sama vandamál þar. Engin sentinel. Það þarf ekki að móti double. Nei. En sýnist að vilja fara bara ná fríupikki á A og svo bara beila henni á B-ið mögulega út af til þess að beita eitthvað svona rotates. Totodisa er samt komin hana alla leið upp top mid. Það er munu fá kvalið bráðum, þetta sé ekki að... Já. Líklega á sama tíma og Killjoy til og með spotta þær í main líka bara og hún heyri líka bara Clean Coco. Já. Þær eru main. Spotta nokkra Killjoy mögulega. Ætlar samt ekki skjóta það fyrir en þær vilja fully commit á side að því þannig gefa þær smá info. Já. Þetta er svona það sem maður sér frá liðana sem eru búin að spila mjög mikið. Já. Þetta eru svona litli hlutir. Litli hlutir þar sem þeir eru ekki að gefa neitt frítt. Já. Þær bíða, skjóta og svo fara inn strax á saman tíma. En við sjáum hérna Totodisa er í flankinu með Ghost en er á móti Vandal. Þannig Lilliflight með Lilliflight klarða. tilfinningun hana. Það
Þeir eru ekki með sentinel til að halda flankið, þannig að það þarf bara einhver að taka það á sig. Last player Þetta er standing. Flott skotana frá Kate. erfitt retake Nær skjöldnum en Lillifætt. Bara fæta 3 á einu með ISO-skjöld, þetta er og sheriff. ISO er svolítið áhugavert pick Ég veit ekki hvort að, sko, Ég hef séð ISO-pickið mjög oft með Sova, af því að þú veist, þegar þú ulta, eins og til dæmis defense, þú getur ulta A-main með ISO vulnerable, þá one-shotar hérna Sova-ultið, já. en það er ekki Sova hérna, Nei, þannig að það er einhver hugsun á baku það er einhvern hugsa á baka það. Ég væri alveg til að vita hvað hann er, af því það er alveg nokkrir agentar sem geta komið miklu betur í staðinn fyrir ISO. Ég er ekki búinn að sjá mikið ISO util sem að er búið að vera að gefa þeim eitthvað mikið. Nei. Kate hérna jumpspota middið, Not a Woman veit af því. En þær eru komin hérna bara Ú. 4 top mid, vilja fæta hérna Not a Woman, en hún nær samt treytinu á móti 4. Það er svolítið klikkað. Þær vilja fara bara hérna í 3 á móti þá Killjoy með landbotta. Það virðast vera með default play hérna, labba bara cat, Já. þeir fara að Svolítið gott samt pick hjá Not a Woman þar sem hún náði klóf, Já. þar sem við erum bara með Viper eftir. þegar Sem veggurinn solo er komið control. niður þá getur hann mjög lítið smókað með hún sé með Nákvæmlega. line up. Minnst það ólíklegt, en Já, og líka það er kannski ástæðan fyrir að klófin er hana. nákvæmlega. Þú replace sentinelinu með Viper. Það er komin í fast market rush, mjög flott call. Og Viper-mollan til að hægja á þeim. ég seti líka Dusty upp koma í frýtt. switch. Dota Dísana flott clear á middinu, nær ekki að spotta 30 Lullified. seconds left. Lullified mjög patient hérna. Óviss með info frá middinu líka, Spike en planted. Dísa með pikkið hana. Ég veit ekki alveg hvernig hún fekk info á hana þannig, en Nei, hún þetta er einhvern 3v3 veginn var tilbúin fyrir þetta. og þetta er bara mjög winnable retake hérna. Gekko úr því kemur inn, One enemy remaining. en Gekko er bara einn eftir og Já, hlaupa bara á hana. Þá er Clutch komið með 5. rándi sitt. Og já, eins og við sögum, það eru að spila mappið vel. En Þótt þetta- að, við svolítið ekki taka það frá grílunum, þetta er ekkit þetta er alveg tæpar umferðir sem eru að fara hérna niður. já, Þú veist, þetta var alveg tæpar en maður myndi winnable kannski umferð. halda líka við. Það er bara svona litlir hlutir sem er að klikka hjá grílunum sem bara mikið óreyndara lið á svona sviði. Já. Og þetta er fyrsta umferð og líka að lenda á móti sterkasta liðin í fyrstu umferð þegar þú ert nýjasta liðið, Já, þá hérna bara nýjasta liði líka. Já, Þetta er bara ekki, skráðar í keppni bara í fyrradag. voru reyndar búnar að vera að spila saman mjög lengi, þannig að, Ég held að séu samt bara 4 þeirra búin að vera að spila saman lengi. já, En að vísu að það er meira hluti liðsins. Svo En já, það er svona, þetta er kannski þægilegt að vera búið með þennan leik strax. það er satt. Það getur alveg verið satt. Gott warm-up. Ágætis líka bara svona kynning á mótinu. Þetta er skipulagt Valorant mót. Já, Þú ert að keppa móti liði sem er búið að vera að æfa í bara 2-3 ár. Not a Woman píkar þannig frá shortinu en er samt punished af 4. Það voru búin að vera að taka mikið af þessum Æsult. Vil að sjá hann í hann. Shinoku 1v1. Lullified klárar þetta. Tekur samt smá damage en það En náttúrulega það telur náttúrulega ekki. til ekkert út úr ISO-voltinu. Þetta er bara, þetta er eitthvað clean take á sætinu. 2 eftir. Já. Reyndar. Guardian-grílanum. Já. Það er raun á save, ég veit ekki alveg hversu snið þetta var að ISO-volta þannig á save-inu er samt með trippulina. Og, Líka var bara með flott pikkana, tíkur út nýfinn. já, var samt með alveg crossirinn á hausnum hjá Waffly. Já, Þannig, þetta var tæft. það er sko, ég hef heyrt mjög skiptar skoðunir á þessu ægisólti. Er það betur á móti IK, er það betur á móti bæi? Hvernig við nákvæmlega viljum nota? Það er sko, Ég myndi segja, að vísu er mjög mikil áhætt að nota á móti bæi því þú hugstalega bara setja liðið þitt í 4v5. maður er samt alltaf í advantage í ISO-voltinu. Já, það er- Bæði út af hérna, veggjunum sem ISO er með
Og líka það, áeila alltaf að poppa skjöld fyrir ultið sitt. Já, Sem gera verkum þú þarft að hitta hann tvísvar. það er alltaf þetta risk samt. Já, það er satt. En með góð skipulagi er það mjög gott í bæ. Gott molli hann að poppa líka killjoy molli stuttu seinna. Góðu fyrir sig, en Waffle er bara komin á sæt. Hún er komin hjá Giraffe og er nær ekki alveg þannig að Guarding Gnome á sæt. En Lullify klárar hana. Lullify er með gott second entry kit hérna sem ISO líka. Já. Ég er að followa Waffle með það sem hún er að gera. Alltaf ef við nær killarinn á Waffle. Var svo sem först hana hægra með við. Clean. Tveir 2 á 3. Hérna ekki mér skyflashið út. Tilbúin fyrir það. Last player standing. Annar flast tilbaka. En Kate og Dululu klára það. Ekki endilega með. Yfir er ekki að rugglast. Ég held að Kate og Dululu séu systur, eða ekki? Það getur vel verið. Mér minnir það. Ég þekki þetta fólk ekki. Ég held að Dululu, nei ekki, jú, ég held að Dululu sé líkla systur Kate. Ég þekki þetta fólk ekkert persónulega sko, þannig að ég... Ég hef heyrt bara eitthvað, því náttúrulega, ég spila á mótið þær tvisvar, þannig ég þekki eitthvað nokkrar í liðinu. Já. Svo líka leiðum að búin að kynnast samfélagið þá, eitthvað þekki maður alltaf líka við. Já, þetta er ekki mikið af fólki. Nei, Já. það eru hérna 5 saman að pusha, en við erum með bæði, wow, hvað er mikið í gangi. Ok, hún er bara föst í þessu molli. Hún er bara föst og deyr af mólunum hérna Garden. Player standing. Glencoe með killurna á Kate, en hún er samt einum átti 3 og þær eru bara með frítt plantin á B-inu. Hérna vil ég bara sjá safe. Nei, 3 ult. Þú ert svo langt á sæt. Þú ert ekki með neitt jútil til að fæta þetta. það er satt. Þú ert one Lítinn shot. tíma. Lítinn tími. Þetta er ekki winnable round. Það er bara leið og eitthvað kemur, leið og þeir vita að þér, þá er bara ISO ultið. Þá er bara roundið búið. Þannig að ég sé ekki tilganginn í að reyna hérna, sko. Hefði verið betra að segja þessu byssu. Væri hún ekki hvað sem er með bæði næsta ránd? Jú, svo sem kannski, en að gefa... Að mínu vati finnst mér skemmtilega að bara fæta hana. Ég Já, skil, já. sko það er ákveðið strætt að seifa. Það er þessi hérna bara fundamentals á leiknum. Það er satt. Ekki gefa alltaf frítt og svo leiðis, en hérna, já. Jú, að vísu kannski rétt að fæta hana ef hún er með bæ hvort er og Hún er með bæði hvort það er. allir í hinu liðinu með. Það er svona mixed opinions. Ég held ég myndi sjálf fæta hana, Já, en það er bara að ég er þannig player, en já, þetta var, þetta var samt flott ego hjá hérna gardingarillunar, má benda á það. Þær náðu hérna 2 þannig á A-maininu. á í rauninni 3 kill, ná út klókultinu, Já, grepa hann aftur. það er satt. Þannig að það eru 3 orbs. Gott jú til hana líka. En mér sýnist að Batt vera að ulta hérna assetið. Þetta virðist vera eitthvað svona fake þar sem við erum með Spike á B-inu, en það gerir samt að verkum að það Það er eru líka bara alveg að selja 5 það. stelpur á A-inu. En það er þetta ult líka ekkert gríðarlega sterkt. Þú ert ekki með mikið af því inn á sætinu sjálfu og Nei, ég skil samt ekki alveg pointið að því að vera með, þetta woman er búin að lörka í baki á þeim. Spike Já. planted. Ótrúlega flott. þetta var, Er að fara að mæta Kate Battina, ultinu örugglega. Klírar hann ekki. nei, Batt nær freepickina og er þá á einhvers konar late lurkina þar sem Waffle eru rosalega góða póstur til þess að bæði pusha CT og líka halda market. En þær eru bara 4 hérna, CT eða 3 núna. Luna í freepicki og Mini Gargoyle er bara komin inn á sæt, en Delulu klára hana. Lörki frá marketana borgaði sig. Hún labbaði bara út market og Já, Tóta Dísa er ekkert að pæli því. þetta var góð hugsun í kringum þetta round. Ég er ekki nógu convinced hvort að klóf væri sniðugt að hafa hana. Ég skil ekki point að því að hafa klóf hana. Í kompinu? Nei. Þannig í A-feikinu. Já. Nei, það er kannski bara... Bara hafa hana á middinu, toppminn, svo gæti smókað aðeins, bara til þess að selja feikið aðeins. En Já. annars, í rauninni var hún ekki að gera neitt og hún hefði hvort sem er beilað alltaf. Já, það er rétt. Hún líka bara dóðar. Nákvæmlega. Hefði átt að bara frekar eitthvað einn halda middinu, líka við.
En sýnist það vera á 5 manna A-pushina en við sjáum Jett er komin allavega upp mid, þannig að þeir komin með gott info. Gott execute inn og Waffle er komin bara strax á site. Það er enginn á site, þannig það er bara að ná mjög góða plantina. Löllufight ætla bara að fæta Heavenina með skildinni sínu. Og nær rosalega góðu flassi en ISO-skjöldurinn alveg að bjarga neðana. Og líka ISO svona eiginlega heppinn að vera komin svona nálagt. Já. Þú getur bara sprayjað og þú ert miklu líklegri til að hitta það. Gott flass frá Skye. Last player standing. En enginn til að nýta sér það. Já, það eru hérna 2 með reglulega low HP en Bat pullar út shorty en horfir virklega sátt. En Lullified klárar það. Ég bara sjá þetta núna, þessi veggur hana á middinu frá grílum, hann er skemmtilegu lurkveggur. Veit ég hvort sást hann? Hvað var hann? Þess að kom frá með hent út logs og lendir hann í kassanum hægra meginn í top mid. Já. Þú smókar... Já, það er mitt ástæðan af hverju hérna hún af hverju Jettin var komin svona langt upp middið. Hún var búin að fá allt spacið þannig fritt. Þetta er máli með Viper á sem mappi, eða bara Viper á flestum mappum. Lurkveggir eru rosalega sterkir. Já, en það gerir það líka verkum að hún getur eiginlega ekki að spila sér sólosmóka. Notawoman bara alveg tilbúin að píka hana 3 ár. Notawoman er að fá ótrúlega mörg pík á þessu mitti. Já, en hún er samt að fá Hún er alltaf treyta. Já, en það spyr sig hvort það sé sniðugt. En við sjáum hérna Minning Warboy er einin á site með Sheriff á móti 4. En Waffle... Sækir pikki sem er nálagt, ekki tilbúin fyrir annan playerinn hana. Waffle með... Þetta er ákveðin crosshair. Kate. Þetta er crosshair. Þetta er crosshair. Minn skemmtilegt að sjá all crosshair sem allir eru með. Þetta er allt svo mismundi. Þetta er bara svona klassísk dog crosshair. Oi! Ok, þetta var questionable. En það virkaði. Það virkar. She got her 2. Eða 3. Ég held að það var 2. Veitu hvernig hún crouchaði upp þannig að í rauninni sprayið fór upp í headshot. Já. Þannig að stáða henn aftur. Sjáðu. Og svo upp. Þetta var clean. Þetta var clean. Aldrei hættu. Sjáum henni saman lurkveggina núna. Þetta er vegna sem ég var að tala um á hann. Já, nákvæmlega. Spurning hvað hún notar hann. Já, mér finnst sem að nota hann aftur. Hún ætla bara að hlaupa hana út mittið. Já, ég held samt að Ég er bara að mæta Bat með tilfinningu. Við veit að vegna. Kemur Gekko-olli en já, Bat var. Gekko-olli poppar en nærurinni... Nær 2. Nær bara info. Fremsta leikmenn. Nær info en ég veit ekki alveg hvort það sé sniðugt að nýta Gekko-olli í svona info. Næ, kannski kom últið út aðeins of snemma. Já, en á minnskosti það var engin meðinni til þess að fæta. Hefði það verið eitthvað með, það hefði verið mjög gott. En þær eru komin inn á site. Gott út til hana frá hérna grílunum, kannski ekki nógu góð eftir. Waffle þarf að pusha hérna. Og hún er detained og drepin líka þegar hún reynir að pusha til þess að drepa killsóltið. It's you and me. Hæsóltið hitt rétt, svo nær ekki, en aftur að færa info í staðinn. Það klárar það á Glenn Koko. Doppelpíkana. Það er 0-12, þá er hún komin á næsta helming. Núna finnst mér eitt áhugavert. Hvað ætla þeir að gera við smokes? Hvernig ætla þeir að smóka því attack? Viper er 1. Hún má ekki vera að henda lurkveggjum núna. Af því að þeir eru ekki með hana second controller. Liggur við samt. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað... Já, ég veit ekki það eru einhverjir veggir sem þú getur notað til þess að smóka til þess aðalega B myndi ég segja, en á saman tíma ertu að gefa ákveðið space sem á móti góðum playerum þau geta notað það á móti manni. En ertu tilbúin í þetta 14-12 comeback? Já, ég er tilbúin í þetta. Já. Ég er andlega undirbúa mig fyrir senuna sem við erum að fara að sjá. Já. Sjáum hérna
5-man pushing á A-ið og þá Caitlyn ein á A-side. Ætla samt að spila retake með við pushina. Fær bara eitthvað inn. Já, þannig veggurinn. Já. Þetta akkurat veggurinn. Not a Woman komin inn á side en bara með fritt plant. Einn Það með Planted. gott position hana Já, sem að líklegast enginn er að halda. nei. Jú, sjá hana. Fær gott damage úr hún bara farin á side. Dreifurinn hell til Lulu nær. Jen. Last player standing. Það verður bara ein eftir henni í meininu en Waffle klárar það. Þetta var Leikur. Það var kannski ekki spennandi á stigatöflunni leikur en Team A. samt alveg gaman að fylgjast með grílunum í fyrst skipti og Defenders win. Já, hérna, þær voru að hitta sérstaklega með Sheriff. já, Og Sheriff ekki auðveldasta byssan í leiknum en þær voru að ná og Not a klín með þessum Woman, Sheriff. Not a Woman var að ná sínum sko. Já, Kannski ekki endilega rosalega sterkt alltaf að deyja það líka. nei, Það er mjög vont þegar þú, sérstaklega í defense, ef að þér er dreita í defense þá það er miklu erfiðar að halda 4 heldur en að taka 4. þetta Lulu með 17 assists. Já, Það smá klika. Waffle og Lullufight, Bat, Já, mjög, 16-15 16 til, mjög even. sem er kannski ekki rosalega stór tala en 13 umferðir. Já, Allar með yfir 1 kíl á rondi. já, nákvæmlega. Not a Woman var alveg að Not a Woman, ná sínum pickum og var alveg consistent aim-wise en maður spyr sér hvort hún sé pikkar réttu fætin. Þar sem á defense ef þú ert one for one trade þegar þú ert að spila defense ekki worth. Bara Með engan veginn. lang oftast. Nema ekki þessi- nema þú sért á bónus. Nei, Eco segi ég. Já, eða þú nærið einhverjum sem var með mikilvægt ult í þetta round eða eitthvað svoleiðis en almennt séð þá ertu að gefa bæði svo mikið space, þú ert að gefa ákveðið info oft og maður þarf bara eins marga og maður getur í defense roundum. Fjórði leikur sem var spilaður í kvöld, sem við náðum ekki að stríma því miður. Já. Milli Valkyria og Controllers, Alveg rétt. einstaklingsliðsins. Já, hvernig fór það? Hann fóð 13-2 fyrir Valkyrium. 13-2 fyrir leik. Að vísu hitt nýja liðið Á og móti. hitt reynda liðið Já. sem var að spila í síðustu úrslitum. Já. Þannig að það Sem er lentu í annarsæti. Já, þessi tvö lið fengu kannski erfiðasta matchupi sem þið gátu fengið í fyrstu umferð. Já, En það þýðir bara að við fáum bara meira spennandi matchup seinna. og ég er mjög spennt að sjá hvernig Controllers og Valkyrie spila Já, næsta fyrsta. náttúrulega ekki sami IGL hjá Valkyrium, þar sem að þú ert ekki lengur í liðinu. Nei, ég er spennt að sjá hvernig það spila. Já. En þetta voru bara skemmtilega leikir. Og Þær spiluðu Haven samt. spilaður Haven. 2 Haven, hvað sagði ég? Ok, já. Ég náði að mennskast í fyrsta mappinu, það var svolítið fyndið. Já. En já, þetta voru bara mjög skemmtilega leikir. Spennt að sjá hvernig liðin þróast og líka hvort það læra eitthvað af þessum leikjum sem ég gerir ráð fyrir. Maður lærir alveg svakalega mikið með því að spila í svona keppni. Já, Ég held maður getur spilað 100 kompleiki og maður lærir eins mikið með því að spila eina svona deild. Alveg 100%. en hver heldur að hafi verið sterkasti leikmaður hvers leiks? Hvers leiks? Fyrsti leikurinn, það var hérna... Það er góð spurning. Ég er ekki viss með fyrsta leiknum. Mér líður eins og allir voru með ákveðin moments. Já, mér langar samt að segja að heilt yfir leikinn mest consistently góði leikmaðurinn var Sunna. Yfir alla leiki. Já, nei, yfir hérna bara hver leik fyrir sig. Það er rosalega erfitt að dæma. Snowpool. Já, Snowpool segi ég. Já, Snowpool, já. Ég er að ruggla fyrst á öðrum leik. Já, Já. þú veist, Ég get verið sammála því. Valius sem hún Snowpool gaf var, já. í fyrsta leiknum var svo mikilvægt í attack. Hún átti þetta A-side svo oft og bara hirti backside ein. Já, sem líka reyna sem, Já. þú veist, uppaflega í hvernig agency spilast. Einmitt, er ekki með util til þess að gefa, þú veist, svona með 1 blind en ekkert meira. Þetta er bara aim og fá kills. Já, Sem er frá teamplay perspektíf virkar ekki eða bæði bara er ekki gott nefnum þú spilar það sérstaklega hátt. Og hún spilaði það rétt. Hún líka solo reyna og var að endrija, var að fá kills, var að taka space
og spilaði bara svakalega vel. Já, og í leiknum 2 myndi ég segja að það hafi verið Sunna. Value sem hún fekk á þessu brýtsulti var rosalega mikið. Jútilið, Og guð minn hún góður. átti sín 4K þarna og 3K. Já. Topprak í leiknum, samt með mörg assist. Já. Supportaði Söru ógeðslega vel, sett hann ógeðslega vel upp. Og í 3. leiknum verði ég örugglega bara að gefa það til Bat. Lörkin hennar voru ógeðslega sterk. Ég get Og- verið að samla því. Já, Það er svona mér langar líka að benda á erfitt að velja besta leikmann samt úr síðasta leik. úr síðasta leiknum. Já, við erum líka ekki búin að Af því sjá að þær Watney var spila. Ótrúlega góð líka. Já, við erum ekki búin að sjá þær að spila á móti til dæmis aðeins reyndari stelpur sem eru þá með ákveðin strats, Já. ákveðin plays og þá kannski eru þær ekki að spila alveg eins. Akkurat. En við erum ekki með fleiri leiki í kvöld. Nei. Og við viljum bara þakka kærlega fyrir áhorfið. Takk fyrir okkur. Já. Áður en við kveðjum, þá ætlum við aðeins að kíkja á skorbortið. Í deildinni. Fáum það upp hérna eftir smástund. Já, ég vil samt benda á líka leik nr. 2. Já, Natiela. Já. Hún var insane. En hérna sjáum við Algjörlega. svolítið stöðuna og það var einmitt Klats, Jötun Valkyrjur, Vínus og Rafítur með 2 stig þar sem þær unnu. Já, Klöts í fyrsta sæti með 13 umferðir sér í hag. Þar eftir Jötun Valkyrjur með 11, Venus með 7 og Raf Íhöttur með 4. Ég held að þetta sé reyndar vikla á þetta loss ef ég er ekki að bugla. Hvað segirðu? Þetta 1. Nei, þetta er hérna leikir. Já, leikir. Leikir og round. Ég veit ekki alveg okkur eitt er íslenskt en hitt er enskt. En það skiptir engum máli. Já, það er okkur yfir að rugglast. Já. Þetta eru leikir spilaðir og rounds won. Já. Næstu viku munum við sjá dans breytast. Já. Finnum minna dagskrána fyrir næstu viku. Það er það er 13. september, næsta föstudag, á sama tíma. Þá er klukkan 7 Controllers á móti Garden Grillur. Það verður skemmtilega leikur. Það eru nýju liðin. Það verður skemmtilega leikur. Oh my god, já það eru núverandi nýja liðið og svo bæði nýju liðin. Nýju liðin. Bara nýju liðin, já. Þú veist, þetta er einu liðin sem við höfum í raun ekki, jú og Þóra vísu líka. Já. En við höfum séð Lilju og Lilith sem var að vísu ekki í kvöld, var neyðasöfn fyrir hana. Og Jassi, við höfum séð þær spila mjög mikið þannig að mér finnst ekki alveg jafn sanngjarnt að telja þær inn með sem hinnum tveim. Nei, við höfum að raunin ekki séð neitt. Já, leikur nr. 2. Það er mitt 5 mínútur í 8, cirka bát. Þannig að við fórum aðeins yfir dagskrá núna, en það gerist bara þegar leikir eru spilaðir aðeins öðruvísi. En það var það mitt Venus sem átti Rafítur. Annar það leik getur skemmtilegur. Já, það er mitt Jassi og Lilli sem voru í Kröflu að spila á móti fyrirmyndi liðsfélögum. Venus og Höttur? Nei. Það er Höttur er gamla brók. Jók, ég er að rugglast miklu Þór. Já, það verður skemmtilega leikur. Það er náttúrulega að hafa spilað á móti hvorannari mjög oft þar sem þetta eru bæði spilarar sem hafa keppt mjög lengi. Hafa mjög lengi síðan. En svo er það tímanundur í 9. Þá er það Klats eSports á móti Goldegers. Svo ekki á streymi er Jötun Valkyrjur á móti Þór. Þannig við fáum ekki sjá Jötun Valkyrjur ekki næstu viku, heldur í þar næstu viku. Þannig að við bíðum þá bara til næsta föstudags eftir 3 spennandi leikjum. Þökkum fyrir áhorfið í kvöld. Góða nótt.